Já, það alltaf allir tilbúinir hér í Keiluhöllinni. FM 95 Blöð hefur hafið göngu sína þennan föstudaginn 21. febrúar. Fullu bátur og drengir, við vorum að ræða hérna rétt áður fyrir í útsendingu að Keiluhöllin, þetta er hættulegu staður til að vera í Já, sko, þetta er náttúrulega mjög saklaus staður yfir höfuð. Já. En fyrir okkur þrjá að vera hér með þátt í beinni stór hættur. Já, við getum sko C.J. það mikil kongur að við fáum að lappa í dæluna hérna. Það var 3 metrar í dæluna. Já, og maður kemur þetta með leigubíl og maður fer heim með leigubíl. Það er svo þannig. Já, en svo var ekki að hjálpa okkar maður Egill Sig frá Ölgerinni sem er herra Jager á Íslandi, mætti hérna með einhverja flösku sem er, já, það komið 2 til landsins og við erum með aðraðara hérna og fengum að smakka. Þetta er Jagermeister Orange sem kemur út árið 2026. Það er langt í hana, en hún er rosaleg. En fólk þarf ekki að segja klára í álöru veistlu, þetta er, ég aldrei smakka. Já, býtu, ég er að koma að sæða. Haldnæstu. Heyrist í mér? Já, þú voru að vera alveg uppi. Já, bara eins og ég sé bara með penis. Já, ég veit það ekki. Bara að vera sem næst mæknum. Bara að halla þér á hann. Græjan ræður ekkert við, hvað distance. Herru, drengir. Rikki kom hérna sko 100 km hraða og sett upp græjuna. Það bara glemdist þú verðin í beinni frá Keiluhöllinni. Já, klukkutími recording og svona, hörðu, eigum við ekki verið með eitthvað græð? Ég meina, hann getur ekkert muna allt. Ég meina, hann er að stjórna. Sko, Ritchie er með allt á sínum herðum. Það er svolítið þannig. Kóngurinn. Er hann kóngurinn? Já, kóngurinn. Já, með okkur. Og nú er líka geðveika frétti fyrir þjóðina líka að enski boltinn er að koma á sín sem því er að King Ritchie er að lýsa. Og Gummi Ben að fara að lýsa? Já, allir bestu lýsarnir eru Hvað er langt sinna enski bolti var á sín eða stödd fyrir sport? Það er ósvöld síðan. It's time. Já. Gaman að heyra það GBN og Ritchie trompast þegar að menn setja í vinkilin. Ekki það að horfa enska boltan sem United aðdáandi í dag er bara stemning. Það er bara pína og kvöð. Við erum bara í fallbarátt. Nei, sko, við það hefnir og það léleg lið þannig í bottinum að við líklega föllum ekki. Það sé mér alveg veist. Ég held að sé hérna er ekki komin tíma að Rikki sæki hvítu gallabuxurnar og bakki bimmanum í hlað og að því að þú veist hann er að fara að taka yfir allan að bolta líka hann verður komin á bimman aftur eftir og í buxurnar væntanlega. Hann á að vera á bíl. En það er sko, þetta er risa dagur, drengir. Það kom út nýtt lag í dag, hver er svo besti og ég get lofa ykkur því að það verður spilað hér í þættinum í dag. Og við líka heimtum að fólk sem er að hlusta á lagið í dag eða í kvöld að koma sér í gírinn að takka okkur og það er bara repost everybody. Já, sko, hvar eru það að hlusta á lagið? Ég á eftir að renna yfir það er eitthvað fólk byrjað að taka okkur inn, sko. Við förum í repost everybody. Neglið á okkur. Líka föstu dagur, þetta er partylag, sko. Við bara fá að sjá fólk í gír að vera að hlusta á lagið, sko. Já, það er alltaf helviti gaman maður. Já, og svo er Eurovision, það er finals um helgina. Já, heyrðu Egill, þú ert með Þú ert svolítið okkar maður þarna. Já. Ég er aðeins að, sko, kenna mér þetta. Ég er spenntastur alltaf fyrir hérna lokakeppninni, en ég fylgist eðlilega með þessu Íslandi því að ég hef Þú ert Eurovision nördun okkar. Eins og þið vitið, farið í the finals á Íslandi. Ef einhver getur útskipt fyrir ykkur hvernig þetta er, þá er það ég. Þar byrjaði Mercedes Club. Þeir byrjuðu sem Eurovision band. Hvað lag er að fara að vinna þetta í kvöld? Nei, þetta er ekki kvöld, þetta er ekki á morgun. Jó, á morgun. Hvaða lag vinnur? Það er ekki auðvelt svar við því. Býtu, er ekki King Bjarni Ara komin í finals? Jó, King Bjarni Ara. Það er að renna við finals. Hann er með a nice fucking touch á sviðinu. Það er málið. Og hann er 100% með dómnefndina, sko. Þetta er 50-50 símakostning og dómnefnd. Það var eitthvað sem sagði mér að það var eitthvað, já, býtu, það er ekki eitthvað svona finals eitthvað. Nei, sko, þetta er ekki þannig að það er ekki 2 lög í úrslit. 2 lög fyrir úrslit og svo er bara símakostning. Nei, ég skilji. Nú er það bara hannig. Þetta er sex performance. Bara gerðu þið besta. Og svo kemur þetta bara í ljós. Og svo er þetta bara, þjóðin versus dómnefnd. Og dómnefndin, ef ég skildi rétt, eru 7 erlendir aðilar. Þannig að það ætti ekki verið eitthvað klíka þarna. Já, ok. Hvað er verið að flytja fólk inn í dómnefnd? Virðist vera sem þetta er að hafa þetta svona. Ég þarf að koma með meira aðeins í Eurovision heiminn. Það vantar allan svona Eurovision nördin í mig. Sko þegar ég kefti. Það er stemningu þjóðinni fyrir morgundaginn. Já, málega það er aldrei íslensk. Sko þegar ég kefti fyrir Íslandsmeistaratitillinum í luftgítar og eistnaflugi og þá hérna smá að líka þetta er rosalega svona how can I make this about me hérna sko þegar ég kefti Íslandsmeistaratitilum í luftgítar. Segðu okkur frá því. Já, punkturinn er sá að keppnin þarf ekki að vera stór, þá er fenginn erlendu dómari. Þar var hollensku dómari. Ég skil þig. Af því að
Það er ekki hægt að vera með einhverja klíku þegar kemur að Það er náttúrulega, það er allir frændur og vinir og félagar og þekkir einhvern sem að Þannig að við erum að tala þetta er Bjarni Ara Júli Heiðar hérna, Vibe eða ekki? Júli og Dísa, Vibe og Tinna Sko, ég er ekki nóg með þessu Sko, þetta er Vibe bræður sem eru currently favorite eins og við skoðum bara nákvæmstöðun núna á Epic Bet út með Eldur með Júli Heiðar og Dísu close second 2.85 Búkin er að meta þetta þannig að þessi tvö Sjöleiklaust En svo óttum við King Bjarni Ara ekki vann með þann kong Það mun ég aldrei gera og það er aldrei gert Og ekki gleyma líka King Steppa Jak Steppi Jak er líka Besti söngar í landsins Narti Hælana Bjarni Ara Og svo eins og þú með Ágústi sem er rosalega huggulegu drengur svona rúriksfílingur yfir þeim mestara sko hann líka Og Tinna sem er að dansa í svona country feelingu sem er so hot right now Þannig að það er mjög mismöndulega þetta Og maður að segja greið, við Íslendingar hafa verið frekar lélir í að velja winners fyrir Íslandi Við fórum ekki veit á lokakvöldinu úti Þannig að það er ekkert að segja að favoritin takir þetta Væbræður eru ekkert öryggi Sko þú sagði þegar við vorum að gefa út hver er svo besti að við gætum ekki verið að koma þetta á betri tíma því að Jay-Z var í so hot right now bara Jésús Kristur Jésús er mjög viss að núna Er country líka mjög hot right now Shout out á Church Boys Church Boys Church Boys alltaf heyri í okkur eftir hver er svo besti Og talandi það, ef það er einhverja hérna sem er að stjórna samkomum við viljum fá að taka þetta live í kirkju Sko helst í Philadelphia Bara fyll ykkur að kirkju Allir mökkaðir En muni, í blökastinu þá heyrðu við í Hvítasunnu-söfnuðunum og ég vildi fá sko að taka hver er svo besti gömlu útgáfana með Halldóru Gunnari Það gekk ekki, þannig ég get lofa því þau eru ekki að fara að leyfa tekna-útgáfana þessu lagi Já, sko málega er að ég held samt að Hvítasunnan hafi haldið að þú værir að fara slá að leta strengi þetta sem varst ekki að fara að gera í raun og veru Nei, það er samt meira slá að leta strengi með þessar útgáðu, svona tekno En væri samt ekki óþægilegt að það getur samkomið Þetta er svolítið, það er ekki fólk að vera aðeins komin í gírinn Nei, sko ég fór hérna 1, 2, 3, 4 og eitthvað Ég gefum bara kirkjun alveg sjó Ég fór í kirkju aðfangadag Ég þarf að ég ger alltaf aðfangadag Þegar ég elska Jay-Z Ég og þú voru miklu Jay-Z menn Og krakki minn var syngjandi þar Og ég er ekki frá því að Vibe bræður hafi smíðað konsept sem hún var syngjandi á svið Þannig að það er connection Eru Vibe bræður, þeir Jay-Z boys? Já, ég elskar Jay-Z sko He's so hot right now Já, málega er bara hérna, við erum alltaf að fara að taka þetta lag í kirkju 100%. Það er must, ef það er einhver prestur sko að því miður er Óli okkar besti Hann er hættur sem prestur núna Hann er alltaf hent okkur inn Hann var satt á aðfangadag, er á nýhættur Hann er nýhættur, hann var að taka við Herjólfi Það er huge shit Það er bara, sá kóngur sér Herjólf núna sko. Bara bátinn Nei, einstaklingin sem býr í Breiðholtinu Þú sagðir eins og það væri að vinuðin hétti Herjólfur Já, hann býr í Breiðholtinu, hvað heldur hann sé að sjá hann? Nei, ég er bara Auðvitað skipið Já, hvað byrju, af hverju fer hérna allt í hennu prelli yfir í að vera, er hann the captain? Við köllum ekki presta prella Nei, það er ógæslega Það er bara niðurlægandi orð Nei, bara hættu svo Prelli? Hvað meinar Það er engin prestur láta að kalla sig prella Herðu, það bara er ekki rétt hjá okkur Já, þetta er bara eins og þetta að kalla pervert Hvað prelli? Strákar, þið eru komin á rosalega hálan í þetta núna Nei, þú Þið eru það á hálan í að kalla prest prella er bara ekki töff fyrir neitt Það er virðingu fyrir prestur Herðu, Guðni prestur Guðni? Því þá? Nei, það er fyrir undir fósiti Hvaða Guðni prestur? Hvað er þetta að tala um? Hann er í Lindakirkju held ég, í Kópavóginum Hann er, ef við komum til tónleika hann er Ég myndi þekkjur prest með þetta Guðni? Já, ég ætla að rugglast á Óla Við erum að Davíð Þór, Radiusbróðir Ég veit að hann myndi alltaf vera til í einhverja stemningstónleika Og líka lægið okkar er bara pepp okkar besta mann Við skulum allar, við erum búin að throw it out there Fannst hvað gamlaður fólk og aðfangadag Það mætti kirkju og við tökum hver er svo besti Og Fjallabræður, The Mountain Boys Hörru, gefa þeim eftir svona shout out þeir eru svakalega Það er bestu, ég veit að margir hlusti sem eru Choir Boys Mikið á kórum og hlusta Munið eftir hljómsveitinni Choir Boys Það er búið að pakka okkur saman Hétt hún ekki Choir Boys sem kom til Íslands með Poison og þessum hljómsveitum? Er það ekki? Poison bara í póksinu? Nei, Choir Boys Það er 90s svona band sem hétt Choir Boys Munið eftir 1, 2, 3, 4, 5 Poison og þú tókst póksmyndirnar af
Nei, ég var orðin 17-18 þegar Pox byrjaði. Við erum ekki að ungir og þú stendir. Arnold sagði, you're quiet boy compared to me, you're quiet boy. En þeir sko fjallabræður eru hard motherfuckers. Ég veit og þeir mættu allir í stúdíu. Það var ekki bara einhverju 4 sem mættu, það var yfir 30. Þannig að sjáta á þá. Þannig að fjallabræður eru besti kór lands. Rosalegu kór. Ég hef setið bara móti Halldór-Gunnari viskiflaska á milli okkar. Það séur ekki. Við setjum bara. Það er enginn sem að breyki Halldór-Gunnar Pálsson. Ég þurfti að biðja að fá að fara svo. Ég sagði, má ég please kasta naglan? Hann tekur ekki stykki og getur drukkið 3 sólarhring. Já, getur bakkað það sveitabein í honum sko. Já, enginn breyki hann og hann sjáta þetta á okkar bestu menn líka Bubba og Frikka sem voru að gefa út lag í dag. Halldór-Gunnar Halldór-Gunnar pródúsör af það lag. Og þessi náungi, það á enginn breyka, það getur enginn drukkið Halldór-Gunnar. Hann er machine. Það er bara þannig. Já. Fáum við, sko í höllinni 31. maí, sem verður besta gig of all motherfucking time. Við verðum að fá fjallabræður upp á fyrir. Fáum 30 grown men upp svið. Og ég vil sjá ykkur sem dúfur að svona fljúum. 100%. Er ekki að setja ykkur í eitthvað víra? Það lítur á þetta, sko. Það er rosa. Það er besta hugmynd sem ég hef minni heilt. Dúfurnar koma. Sjóið verður að vera svona. Það er allir í vírum, það er dúur, það er Egill skýstur á gólfinu. Það bara getur sprungið hausinn okkur þú veist, við vitum ekki hvað, það getur allt gæst þarna. Herru, talandi Eurovision, þá verður við að senda shoutout líka á Eurovikes, Víkingar djöfull voru þeir óhefnir í gær. Bara shoutout okkar bestu menn sem eru á leiðinni heim, þetta bara, þau voru svo óhefnir að detta út að það er galið dæmi. Hvernig fóð leikurinn, ég mistaði. Töpuð 2-0, fengu mark á sig bara í uppbótartíma, þetta var á leiðinni framlengingu og voru að keppa á móti Panathinaikos sem er bara risa lið í evrópskum fótbolta og þetta gata ekki fyrir dæmi bara. Bad luck. Já, þeir áttu náttúrulega að vinna fyrirleiki með 2 mörkum. En hvað fengu þeir á sig fyrsta markið í rauninni eftir 90 mínútur? Nei, á 70. mínútu sem var bara, einhver bakvörður sem að, sko, kann ekki að sparka með hægri, sett hann bara upp í vinkilinn, þetta er svona once in a lifetime dæmi hjá honum. Það sög. Já, þetta var skita en það er samt hrós á Víkinga fyrir, þetta Evrópu-ævintýri. En drengir, ég var að fara yfir hver í þættinum í dag. Það ekki? Ég ætla að byrja á því sem ég veit að margir á Instagraminu mínum verða mjög ánægð með að heyra því að það er engin dagskrárliður sem ég hef mikið beðið Við ætlum að tala dónalega. Við gerum það oftast þegar við erum on the field. Já, þetta er svolítið on the field liður og eiginlega alltaf þegar við erum hérna í Keiluhöllinni drögum við og tölum dónalega. Við ættum að hafa þetta bara sem lið að tala dónalega er bara í Keiluhöllinni, þjóðhátíðarþættinum og í Keiluhöllinni. Já. Það væri ágætt af því að þá er það ekki allt of oft. Sko, hvernig var þetta síðast? Mér minnir að ég hafi talað dónalega síðast. Ég væri til í bara... Þú varst held ég stykk fyrir síðast. Nei, talaði þú ekki við Egill? Var það þannig? Eina sem ég vil er að bara ég siti og einhver tala dónalega við mig. Mér finnst allt til það. Þú mátt alveg segja allt við mig. Ég get tekið. Já, þú vilt ekki vera sá sem talar. Nei, það er að versta. Steindu vill meina að sé verst að vera sá sem er on the receiving. Nei, það er bara þægilegt. Þú setur bara. Já, það þurfum að segja ef það verður skrítið samt sko, þetta fyrir að vera mjög skrítið. Það er þessi appelsinu jager. Þetta er ekki ræðilega. Hann stórhættulegur. Betur við komið á leikum. Stórhættulegur. Herru, það er brandarhótt pappa mín Steindi senior slær og letta strengi og Gamli búinn að senda brandarana á pönslani. Já. Seniorinn slær og letta strengi. Gískað á pönslani. Það heitir þessi lið. Já, hann heitir þetta allt. Heldurðu að hann endi bara með stand-up show? Það gæti alveg verið. Hann sendi mig sko, ég veit ekki hvað hann sendi mig. Ég er allavega með 5 eða 6 sko. Ok, þú voru það vel, stundum reyndar að senda mistökin. Hann byrja stundum aftur, mástu. Ég er hættur að hlusta áður. Ég spila bara beint. Ok, þannig að kemur það bara í beinni ef hann fyrir eitthvað yfir strikikallin? Já, ég meina, hann er... Já, það er bara stemning. Hvað? Það er bara stemning. Það fólk að fara að vera fíl út í steinda síni? Nei. Það var í skrítið. Það var mjög steikt. Jóli Hólmi bara komið samkeppni hérna í DS út af sínu. Já, það væri gaman að platta pappi að setja upp eina síningu, sko. 100%. Svo erum við með þekkið ekki, drengir. Ég náðu að hendi þekkið ekki. En byrju, nú er ekki prentari, hvert fer maður? Við erum bara á Keilubraut bara. Bara sjáu þig samt Keiluhöllina. Það er stappað hérna inni. Klukkan er 20 mínútur yfir, nei, hún er kortir yfir 4. Stemninginni. Já, og það eru alla brautir stappaðar. Það er cash cow. Svona, á þetta að vera hérna í Keiluhöllinni. Já, þekkið ekki og það er, ég vonandi þessi ekki of flókið fyrir ykkur drengir, þetta hefur vafist fyrir ykkur áður að þið svarið fyrir hinn. Ég ætla að vera með þannig þema í dag. Þetta er drullu flókið. Ógeðslega flókið, þú svissa. Þú veist að með 2 vitlausa sem vinna á FM, en ég held gætir haft þetta einfalt. En þið voru búin að ná þessi síðast. Já, við reynum með. Þannig að ég hef trú á ykkur í dag. Svo að því að lagið Hver er sá besti var að koma út, þá ætlum við að vera með dagskrárlið í dag sem heitir Hver er sá besti. Já.
Jay-Z liður? Það geður. Nei, það ekki Jay-Z liður, hann ekki flókin. Útskýr hann betur og eftir spurningkeppni Gilsarans, hvað að tala þar? King of Konudagur, King of Women. Alveg rétt, það konudagurinn á sundaginn. Þið búin að ákveða eitthvað, að plana eitthvað, drengir? Nei. Það kemur bara ljós og eftir hvor romantískari. Og smá reality check á þig, Poop. Steindi vann 2020. Steindi vann 2021. Steindi gerir jafntefli við Rikka 2003. Þá varst þú í Psycho-pásu 2023 Hann er líka vel romantískur. Það er ekki hægt að vinna hann í þessu. Við tókum eiginlega pásu 2002 og Steindi vann 2004. Heyrðu, vá. Þú er búinn að reykja þessa keppni. Í hvert einu skipt þú tekur þátt í. Þannig að Blöð stíguð upp í dag. En sko, við Blöð fórum daginn og kíktum á stelpunar í tebúðinu og þær voru að spurja okkur út í þetta hvort við værum romantískir af því að þá styttist í Valentínusardaginn og við vorum hérna að fara við þetta og voru ekki brutally honest? Jú, við vorum brutally honest og það sem er leiðilega við þetta er að við erum hvorugir það romantískir. Við erum bara lélegir í þessu og það er ekki eitthvað sem ég er að monta mig á, ég er að segja að það er bara daburt. En ég finnst samt eins og ég kom inn á, mér finnst Valentínusardaginn Gellur fíla ekki á romantískir. En það sem bakka mig rosalega upp í þessu. Af hverju segirðu það? Býta aðeins, Steindi. Gellur fíla ekki á romantískir. Hvað meinarðu? Það tekja um eitthvað romantískir sem að vera í sambandi meir en 2-3 mánuði. Það fær ógið á þessu. Væmnir gæjar finish last. Allir væmnustu vinir mínir er núna einir heima hristandis. Hvaða kési þetta var? Þetta er orðans í agrinni burtu frá mannum. Þá ertu líka að tala um að menn eru Það er mikill munur að vera romantískur og væminn. Occasional romantík. Já, auðvitað. En æla bara og kemur með blóm og Manswest mætti með gítarinn og tók lagið á rúmstoff. Nei, það var ekkert Brian Ecclepen. Nei, það var líka Manswest. Mástu ekki það Brian Manswest söng lag á rúmstoff. Mástu það Brian Það var bara Brian. Ég held að það bara verið þetta Brynja Már. Nú fæ ég lestur frá Sessa. Já, 100%. En það segir maður Svessi að labbaði með gítar á penisnum og sungið lag fyrir frúna. Það var enginn að tala um það. Það var held ég ekki gítar kannski endilega involved og hann var í fötum. En sko, það er mikill munur hérna eiginlega að vera væminn og vera romantískur. Eins og fyrir þig að gera eitthvað núna telstu romantík sem að telst kannski ekki romantík í öðrum. Nei, en oft er þessi romantík fullvæmnir og oft sko. Occasional romantík er í lagi en það er að overdo it. En ég stend við það sem ég sagði hérna 14. febrúar að það maður á frekar að gera eitthvað á konudaginn heldur Valentínusardaginn. Mér finnst það svona, ég myndi held ég fá skít ef ég gera ekkert á sunnudaginn. En sko, pottet sko. Myndur þú á skít? Myndur þú á skít? Já, svona, ég held að Já, þú gerir ekkert. Nei, ég myndi ekki fá skít en það er svona hnift í mig tíuleiti bara, herri, já, takk fyrir hérna konundagsgjöfuna. Það var eitthvað þannig. En það sem bakka mig upp í þessu er að kona mín er ekki það romantísk heldur. Ég hef nefnilega Ég fekk hérna gjöf á bóndadaginn. Já, ég hef sittið á bóndadegi og verið bara, hei Býtu, hvað fekkst aftur? Þú fekkst líka gjöf á bóndadaginn. Bóndadag, maður. Hvað var það aftur? En þú veist, í gríni Það var eitthvað svona stórsáttu með túlipanna Nei, ég fekk blómvönd. Þú sagðir að það verið eitthvað viðbjöður. Nei, ég sagði það ekki, þú sagði það. Þú sagði það við mig í tebúðinu. Nei. Af því að þú fekkst eitthvað miklu ykkur að gjöf og ég fekk Nei, ég fekk nudd. Já, og ég fekk, þú veist, túlipanna. Já, ég sagði ef að kona henni að gefa þér túlipanna þá var þetta svolítið eins og þegar Homer Simpson gaf Marge keilukúlu. Þetta var svolítið meira fyrir hann en hana. En sko, málega, ég ætla samt að segja eitt núna, bara hérna í okkar þætti. Þetta er smá að endurtaka mig frá því við kíktum á þær. Er að mér finnst samt ekki að fólk eigi að fara að ruggla saman þessu dögum við afmælisdaga. Þú veist, ekki fara að mæta og hérna ástu mín í kiptandu nýja síma. Það finnst mér eiginlega bara glata. Mér finnst þú að gera eitthvað næs. Ekki að fara að gefa síma á konum. Nei, ég er að segja, þú átt að leggja á, þú átt að takt allt til og láttu henni í bað. Það er bara eitthvað sem þú átt að gera heima hér daglega sko. Já, ég veit það kannski. Það er ekki góð gjöf fyrir konun en þú tókst til. Ég veit það, ég er að segja gerðu. En þú varst alltaf að segja það. Ég held þetta liggi í. Þetta er ekki góð gjöf fyrir að steita. Það tók til. Það var geðveikt. Það sem ég er að meina er þetta liggur í litlu hlutunum held ég. Og þú veist, ég nenni ekki útskýrt. En sko það kemur ljós og eftir hvor er romantísk. King of Konudagur. Það þú ekki líka að vera með hérna How do you do fellow kids? How do you do fellow kids er á sínu stað. Ég bara sett inn á Instagramið og ég fekk alvöru viðbröð við því þannig að það er fullt af nýjum frösum að leiðinni. Já, herðu, nú þarf okkar besti maður Guðjón, talandi um Eyjar að vera með hver er svo besti tilbúð í kerfinni á sér. Því að sjálfsögðu, ég gleymdi að senda það á hann. Ég held samt hann sé með allt upp á 10 í stúdíunum. Við ætlum að opna þáttinn á hver er svo besti og endilega takkið okkur í dag og kvöld hvar þeir eru að hlusta á þetta lag. Þetta er Topp
tónlistarstöðin FM 957. Það held ég, hver svo besti kom út í dag á Spotify. Eins og við sögum fyrir lagið, endilega takk í okkur inn hvar þau eru að hlusta á lagið. Og við ætlum að henda í góð repost. En drengir, það kom tími á slúður hér í FM 957. Já, er þetta brakandi fest? Ég með sko, þetta er rosalega mikið af nýjum pörum. Reyndar sá ég eitt þegar ég var að leita slúðri. King Bryan Adams, hann er ekkert að missa touchið. Hann var uppselt eftir hálftíma. Summer of 69? Já, Summer of 69, hann á miklu fleiri lög en það. Sko, ákveður er ég ekki á leiðin á Bryan Adams? Af því að, þú veist, ég ættir... Ég er alveg til það. Þetta er í Hörpu. Ættir að vera á leiðinni. Þú reddar það seldist upp á hálftíma. Út blöð. King Bryan Adams, við getum þetta að reyna. Hann er frábær. En verið hreinskilir, myndið ekki vilja fara og sjá Bryan Adams? Nei, ekki. Í alvörinni? Þú veist, ég fíla alveg Summer of 69. Veist af hverju að samdi Summer of 69? Var það ekki bara því að sumari var svo gott árið 69? Nei, út af því að hann var ekkit eðlilega oft í 69 stellingunni þetta sumar. Nei. Ég sverða. Sturlu staðarind, þetta er rétt hjá hann. Ég held að þetta væri eiginlega. Ég held allir að þetta tengist sumrinu 1969. Hann bjóði þetta til, því eina sem hann gerði þetta sumari, hann var í 69. Það var ekki þetta eina sem hann gerði, en þetta var vist eitthvað gott sumar hjá hann. Herru, sko. En það er bara staðan. Já, ég er ekki ljúga. Þetta er rosa. Núna langar á tónleika með hann, eða ekki? Hvað frétti þetta? Hvað máli skipti það? Nei, mér langar ekkert meira á tónleika. Ég hef ekkert á móti honum. Þetta er ekki my jam, skilur, ef ég var honest. Ég er nefnilega, sko, ég er ekkert að reyna að vera fyndin, en ég myndi dyrka frá tónleika með Bryan Adams. En þið eru aðeins eldinni, sko. Já, þetta er Summer of 69, þetta er líka Everything I do it for you, Heaven, þetta er fullt af lög. Þetta er rosa króksar að dót, sko. Herru, ég ætla að byrja að slúðra á Tom Cruise, Egil. Já. Wow. Já. Þeir eru alveg móla. Herru, kallinn hann er vist bara komin á fast. Já, hann stendur þetta, nældi sér í glæsi Kvendi. Komið nýja gælu. Já, hann er komin nýja konu på arminn og svo heppna heitir Ana de Armas. Wow. Ég sagði, þetta er íslensk rétt. Já, þetta er íslensk, þetta er reyndar á öllum miðlum, ég stótt fyrir að setja þetta á íslensku því að þá er þægilega að lesa þetta. Hún er kúbönsk, spænsk leikona. Og þegar þú fyrir þetta líka. Já, þegar þú sér myndir af henni þá fattar alveg hver þetta er. Hún var hérna í Bond-myndinni, hún var í Blade Runner hérna nýjastu. Yes, já. Pælti hún hafi verið í Blade með Vestleimaður. Það er alveg mynd, sko. Blade Runner og sko hann er 62 og hún er 36, þannig að það eru 26 ára milli þeirra. En ég veit það ekki. En hvernig leggst í hana vísindakirkjan og það atriði allt, sko? Hún var til í þá, veistu það? Það er nefnilega fyrsta sem maður hugsa alltaf, ok. Ég er alltaf til að fara að sjá næstu Tom Cruise mynd. Eðlilega. En þegar ég heyri... Hann er bara með winners. Já, en þegar maður heyrir að kallinn sem fann að deyta, þá er þetta fyrsta sem maður hugsa, bara nennir hún þessu ruggli sem að fylgir þessu og... Er hann hættur í þessari vísindakirkju? Ég held að farir ekkert úr henni. Já, þeir bara, they got you for life held ég, með þessar heimildamindi sem maður séð þessu ruggli. Þannig að Tom Cruise er... komið nýja gælu. Já, sko, Nicole Kidman og Katie Holmes, það tala ekkert mjög vel vísindakirkjuna eftir. Nei. Hann er alltaf að byrja að deyta og það er leikona. Hann er 62 árgerð og bara ennþá bara duglur að ná sér nýjar kærur. Já, það var verið að sína ná sér nýja kæru 60. Já, þetta er kærur. Það er alveg rétt hér. En það var líka verið að sína eitthvað daginn að hann var að gera his own stunt og leið yfir hann. Það vist, sko, næsta Mission Impossible myndin er síðasta Mission Impossible myndin og þetta var annari grein sem var að lesa Tom Cruise. Ég hugsaði að ég tekið þetta bara með hinnum punktinum að Tom Cruise heimtaði að þetta yrði langrugglaðasta myndin of all time og það þurfti að bæta við líftryggingunans út af því hann að taka upp stöndin og það byrjaði ekki vel, hann var verið að taka upp eitthvað atriða sem að leið yfir hann þar sem einhver flugvél voru á hvolfi, sáu þetta? Nei, ég hef ekki séð þetta á neinum íslensku miðlum en hann er all in. Hvenær kemur þessi veisla út? 1 eða 2 ár held ég. Hvað ætla hann hafi líftryggt sér, hvað eru að tala um að því að við þurftum nú daginn að bústa líftryggingu. Já, út af draumnum. Og það var, sko, við getum orðað þannig að fjölskyldunar okkar er ekkert, sko, þetta er ekki life changing amount. Hafðu við dáið á nóti? Nei, þetta var bara 2-3 miljónir, sko. Nei, var þetta ekki eitthvað tíma? En einspurning, þarf hann að líftryggja sig? Já, ef hann deyr við tökur á bíómynd og hann er metinn á $600 million þá eðlilega fá fjölskyldumeðli með það hvað, þú bætið 1 milljón og það er 601. Nei, þú veist, þetta er líka svo þú get ekki farið í mál við held ég kvikmyndafyrirtæki og eitthvað svona kjaftaði. Sko, ef þú ert verktaki, þú veist, ef þú ert ekki ég er verktakatrúður, sko. Já, eins og núna, þú ert verktaki núna
Og ef þú myndir núna slasa En ég drefst, ég var keilukúlu bara í hausunum. Já, ef þú fikk keilukúlu inn í hausinu þá hefur þú þurft að vera með sérstaka verktakatryggingu því að annars færi ekki neitt. Verktakatryggingu? Já, vörðum að heyri mér í kvelli með það. En, talandi drauminn, það frumsýning eftir nákvæmlega viku. Það rosalegt. Alheimsdraumurinn. Þetta föstudagskonsert, eða ekki? Stemningskonsert, föstudagskonsert. Það eitthvað sem segir mér að Sveppi og Pétur kíkja F9 blöð næsta föstudag og það verði eitthvað svona drauma þema. Verður Out on the Field eða í stúdíónu eða? Já, verður ekki að fá það í stúdíó, fá það í klefa. Gerum eitthvað skemmtilegt. En talandi að vera á föstu og lausu, Jessica Alba, hún búin að file for divorce. Hvað hún búin að vera? Það alveg skellur. Hún með sitt eigið fyrirtæki, held ég, eitthvað svona, hvað heitir þetta, cosmetics eitthvað. Hægt að leika? Hún molduð, það nóg til. Hún þarf ekki að, hún svona pínu búin að detta í Rihanna-gýrin, eins og Rihanna, hún ekkert að gefa út lög lengur, hún bara sjá þetta Fendi. Fór bara í sitt eigið stöff og Jessica Alba bara orðin svona mogul, bara business mogul, moldrík og að skilja við Cash Warren. Herru, það rosalegt nafn, Cash. Þú heitir Cash? Nei, það hef ég aldrei heitir. Auðun Cash Blöndal, það var allavega í trailertum að það. Þessi heitir í alvörinu Cash Warren, þau að skilja. Og þannig að Jessica Alba á lausu, ef það eitthvað að hlusta. Það helviti gaman þegar fólk fer og gerir sitt og fer að mókin maður. Það eru margir að hlusta sem hefur áhuga á að deyta Jessica Alba, sko. Ég lofa því að það eru margir sem hefur áhuga á því. En eins og þú veist, celebrities fara í önnur celebrities. Við deyta ekki góminn. Ok, hver Cash Warren? Ég hef aldrei heitt hann. Ekki googla hann, þú veist ekki hvað þetta er. Ég vantar að sem mittur á 2B. En það er ekki í isk, ég lofa því. En þetta eru mistökin sem ég alltaf að benda á. Að Hollywoodstjörnur alltaf einhvern veginn að deyta sjálft sig. Því í staðin fyrir að deyta bara. Já, ég meina, Matt Damon, hann kynntist konu sinni og var að vinna sem barþjóð. Já, og þau ekki bara ennþá saman? Einu og einn undartekning. Prove my point. Undartekning sem sannar regluna. Svo síðasta slúður svo mikill viðbjóður að Kendall Jenner og körfuboltamaðurinn David Booker, þau verðist vera að deyta aftur, þau voru hætt saman. Í hvað liður hann? Sáust saman, hann í Phoenix Suns, sáust saman í Aspen, Colorado Valentínushelgina og voru vist innilega á einhverjum veitingastað og þannig að þau eru vist að byrja aftur saman. Þau eru búin að vera svolítið, voru sundur og saman á milli 2020 og 2022 en já, verðast vera að deyta aftur í dag. Ég með móla. Það ekki bara síðasti mólið með var bara leðilur. Ég þúl ekki að fellum þessa fjölskyldu. Ég er mjög skrítið og þú er ekki komið með hennar móla en það kemur endar ekkert svo mikið óvart því að þú ætti að vera að fá smekklegt KO Blondell og líka þú Detective Stone shit. Ég nú yfirleitt verið með þetta á bara reynu. Detective Stone shit, það er nýtt. Nú er komið að því að ég totally redeem myself. Munið eftir Patrick Schwarzenegger og Miley Cyrus hotninu séu með helviti ofta sjöngina. Það er sennilega lélegasti liður í sögu. Svona hans Arnolds, Patrick, sem leikur í Zombie Apocalypse 2 eða eitthvað. Hvað varðum þann gaur? Óbýtaðis, gerðu þið kláran fyrir the motherfucking KO. Stærsta hlutverki í White Lotus seríu 3. Er hann með? Já. Hvað ætlið þið að gera í því smekklega KO? Ég hafði trú á þessu dreng frá day one og þið voru hvaða leikurinn í Zombie Apocalypse og ég sagði alltaf, hörðu, þessi gæði geggjaður, hann var nálánt, hann var að taka lead role í vinsælustu seríu í heiminum í dag og hann er með an ass shot í fyrsta þætti. Hvað mennur? Það tekur en ass shot, gerir niður sig og bara raskat sko. Hvaða máli skiptir það? Það er gott að fara í gott ass shot í fyrsta þætti. Hann leikur mjög graðan gæja sko, sem vill bara fara á bak og ekkert annað sko. Það er bara bakkanum og star og allir gæðum. Þú ertu búin að sjá þáttinu? Já, ekki vera að spoila. Nei, ég átt inni. Já, sko, shit, ég hugsaði bara allar tíma ok, þetta er eitthvað svo rosalega KO sem ég en sko það ég ætla að gefa það ef hann er actually lítir ef þú veist ég minna, kannski getur hann deyr kannski í öðrum þetta Sveiskundi Vætlóts, þetta er svona 3 fjölskyldur sem hefur sér að tengja saman einn af þessu 3 er hann svona graðikæinn og hann var langmest í þetta eitt. Ok, við gefum það. Ég vil ekki meina samt þetta sé eitthvað mesta KO bara sögunar en það er gaman að sé að leika. Þú ert oft rotaður í slúrunum. Það getur bara allt stundum fæma á löðrung og tekum við bara kassan. Skuldum auglýsingar hér í F95 Blöð svo förum við í þekkið ekki. Það er, talað dónalega herru, við þurfum að draga til eitthvað eftir. Þannig að menn getur aðeins fyrir undirbúsi. En skuldum auglýsingar og svo höldum við áfram með þessa veislu beint úr Keiluhöll. FM 95 7.
FM 957 Beinn útsending frá Keilhöllinni. Ég ætla að leiðrétta þetta. Hvað? Ég var að fá hérna frá Sversamæður. Hvað? Detective Stone shit. Já. Hann að segja þetta sé bara bull. Já, hvað hann mætti ekki á rúmstokkin í... Nei, ljótt út að ljúa. Ég var ekkert að ljúa. Mér myndi bara hann hafi sungið. Það var Brian Eccleston. Já, ég vissi alveg honum. En tvei geggjaði gæði. Svessmouth og Brian. Hann setti þetta hérna líka bara beint á Facebooki, hann Brian. Mástu þetta ammælisköðin á Brian, þess að frúið var geggju í dögi. Mjöndi því? Þú þarf að taka af þér. Hann sagði það. Nei, hann sagði það ekki. Og sagði að það var geggju í rúminu. Frábær eigingona. Viljið þið finna þetta? Sagði hann geggju í rúminu? Já, ég er til að finna þetta, ekki veði. Ég held hann hafi kannski sagt það. Nei, herru, nú verður hægt að ljúa upp á mennina. Við hættum að koma í Keilhöllina ef að hægðu. Hann var ekki að tala um... Þú varst að ljúa upp á Svessa, nú varst þú að ljúa upp á Brian Eccleston. Hann var ekki að tala um neina stellingar hérna, sko. Nei. Það er eitthvað sem ég til að búa til. 100%. Þetta gengur ekki, sko. Ef hann var í brjálar út í núna. Já, hann sendi þér eitthvað. Ég verða að segja ykkur eitt. Ég átti svo skrítin... Ég átti svo erfiðan morgun. Nó? Og hérna... Já, njálgur í skólanum eða ekki? Nei, já, jú, það er reyndar... Takk fyrir að komin á það. Ég ætlaði nú ekki að fara með það on air, en það kom tölvupóstur á þann, jú, að það er njálgur á deildinni á yngri. Þannig að það ferli hefst allt. Þannig að það er alveg álag. Já, en ég ætti að vera að tala um það. Nei, það var bara að koma... Ég ætla ekki að Þú kom meður, fólk það er njálga að posta alla daga. En þetta var ekki þannig. Þetta var þannig, við náttúrulega vorum að skemmt í gærkvöldi. Já, Vestló, bara takk fyrir okkur. Já, það var ógeðslega gaman, geggja að vera með okkur. Og hérna, svo kemur heim og maður sopnar aldrei eitthvað strax. Og ég sopna ógeðslega seint. Við vorum að koma heim, sko, 1:30 í nótt, 1 í nótt eitthvað. Þannig að ég, hérna, fór í bað og bara svona aðeins að... Ég var líka á boxaðingu fyrir daginn og bakið og svona. Aðeins að mýkja mig. Sopningi til bara svona 3 í nótt eitthvað. Og hérna, vakna með krökkunum og er að fara út. Sigrún farin í vinnuna og ég er að labba út og það sem gerist er að ég labba út, loka eftir mér, lyklarnir inni. Já, læstur úti. Já. Það eru í sikkur skólanum. Þú veist, það eru ekki í sama skóla. Nei. Ég með 4 og 10. Og ég byrjaði að bara hvað ég var að gera í þessu maður. Svo labbaði bara, við förum öll hérna á annar skólinn er göngufæri, labbaðum. Fórum með Mattildi í skólan og eitthvað og ég hringdi mömmu, bað hann að koma með lykilinn og labba tilbaka upp yfir. Þá fattaði hann alltaf eldri er með lykil, bara húslykil, alltaf á sér. Þannig að ég kem og fer aftur inn og næ einhvern veginn að ná í bíllykilinn og þetta var... Það er eitthvað rosalegt að gerast í þessari sögu núna, sko. Nei, það þarf eitthvað að fara að gerast einna stefn. Það er ekkert að gerast í henni. Hæ? Var það búinn? Svo bara, náttúrulega, fer ég bara af stað. Þú veist, ég læsi mig úti og fer fatturu og ræs. Þessi sagan. Þetta er svo klefi, leiðilega sögur. Þetta er eitthvað. Þetta eru komnir í klefa. Fuck, ég veit að ég var smá bjórinn, ég bara ágætt, það lítur eitthvað að fara að gerast í þessari sögu. Það var hræðileg. Ég er með nýja betur sögu. Flöð, þú kannt að lesa það ekki. Lestu fyrir mér þess að kveðju hérna. Þessi yndislega og fallega stelpa á afmæli í dag, hún er með hjarta á gullu og er klikkuð í rúminu til hamingju með daginn. Þetta hefur verið eitthvað svona eitthvað nýð. Nei, þetta er afmæliskveðja frá Brian Eccleston og frúna. Klikkuð í rúminu. Herru, hvað ætlar að gera í þessari afmæliskveðju? Og hann takkar hana, öll fjölskyldan þetta á hjarta hana. Þetta er afmæliskveðja af þeim gamla, af þeim eldgamla. Þetta er, sko, þú sér ekki svona lengur í dag. Ég tóð meira þessu. Ok, þannig að Egil var ekki að ljúga en Steindi var að ljúga hann að Svessi var ekki með gítar. Fannst ykkur sagan áður að Steindi fyrir fleiri fjölskyldusögur. Gerðu þetta að sögu aftur? Nei, þú veist, stráðar, ég ætlaði bara að segja ykkur, ég átti erfa morgun, læsti mig úti og svo var ég ekki læstur úti og ræst út mömmu, hún kom heim, fekk sér bara kaffi og þetta var bara svona vesen. Já, það er líka svo fyndið, þú ferði í svona sögustund, þú byrjar að tala ég var í boxi fyrir daginn, svo verður þetta, þá er maður þegar þú lengi sögunastindi, nú ætlum ég að segja bara við þessum besti vinniðin, þá er maður svolítið að bíða til punchline, sko. En þegar ég lendi því sem að þú lendir í núna og ég lendi í þessi partíum og bara í boðum og svona. Partíum? Já, bara það sem ég byrjar Læsað úti? Nei, það sem ég byrjar að segja sögu sem ég held að sé geðað skemmtileg og ef ég sé andlitin á liðinu eins og andlitin á okkur Egil var spenntur? Nei, hann var að bíða eftir Keijónu hérna með Aklulpenn, hann var að leita í allan tíman. Ég lendi því þegar ég er að segja svona sögu sem þú varst að segja núna, ég byrja að ljúga á íkjana
Akkur? Af því að ég get bara ekki sagt, já, svo bara opnaði hún og ég keyrði þeim í skólan. Það þarf ekkert alltaf að vera gæðið skemmtilegt. Þú ert í beinni útsendingu í útvarpsþætti. Já, við erum bara... Þessi saga var bara viðbjöð. Við erum bara að hanga saman að ræða daginn og einn. Allt í lagi að segja þetta, við erum að preppa hérna. Þessi saga var viðbjöð. Já, slakað á. Getum að bæti. Hvað, ég verið bara að preppa ykkur og sögur í gæri. Ég segi það bara sem ég dettur í að segja. Við höfum líka lískur í þannig svo að lendi ykkur hræðilegur hluti í morgun. Herru, skiptir ekki máli. Ok, við ætlum að draga núna, drengir. Ætlum ekki að fara í brandarót pappa? Jú, við erum að fara í það, en við verðum fyrst að því að sá sem að þarf að tala dónulega, að þarf að fá smá tíma til að preppa það. Já, smá. Já. En meist þetta, sko, að gera fram með þess. Draga á fös og kettnin er svo viku setna og það hugsa til tíma. Það er eiginlega fyndarið og færð bara einhvern hálftíma til þess. Ok, sko, maður sjá, hérna er ég búin að skrifa miðadrengir. Maður sjá, hérna. Ok. Hérna. Og, ok, hver draga? Af því að menn af ykkur að tala um að þetta sé eitthvað svindl og eitthvað kjæft. Þú hefur verið gert nýja svindl í þessu? Nei, ég hef aldrei dreigið. Ég leiði ykkur alltaf að draga. Hver er svindl? Ég fekk viðbjóðum síðast. Hver svindlar í... Nei, það er hvað ég enda oft, þá grunar mig að þessi svindl. Þú ert aldrei... Ég get bara að segja um þetta. Þú ert alltaf með besta dílinn. Ég skal bara segja um þetta. Allir sammála núna. Það stendur Öddi, Egill, Steindi. Já, þið sjáu þetta núna fara inn í lóanum. Þú ert góður í þessu. Að ruggla sig í höndunum hann og... Að ruggla sig í höndunum? Hvernig er þetta bara góður í því? Það er bara svo David Blaine. Þú slepp alltaf helviti vel. Nei, ég fekk viðbjóðum síðast. Ok, hvað Steindi þú dreigur? Ok, Steindi dreigur. Og hvað ætlar að draga fyrst? Fyrsti er on the receiving end. Þannig að nú vill ég heyra EGO. Ég vill bara Nei, tökum fyrst þá sem talar Donald. Þú tala fyrst. Það ekki. Ok. Nei, ok, við erum alveg sama. Þú verður ákveða áður en að dreigja. Ok, receiving. Taktu bara kupp og sér opna hann eftir blöð. Nei, ok, hvað vill að... Taka kupp? Ok, svo sem les. Akkur kallaru saman broti blað kupp? Ég veit ekki, með lókendu að stúli, vinna FM. Ok, það sem hún dreigur núna, sá einstaklingur, þarf að tala Donald. Þú þarf að tala Donald? Já. Ég ángriðis, það stendur Egill hana. Egill? Nei, þetta grínast það. Ok, þetta er best. Sýndu mér þetta. Man er laus við þetta. Er þetta eitthvað? Nei, þetta er ekki. Er þetta eitthvað fucking joke? Stendur Egill og öllum miðunum hana? JC. Segðu mér það bara. Nei, hann skrifaði nöfn okkur öllum. Nýbúin að henda út bara sko lag sem fjallar um mig. Okkur fæ ég alltaf besta dílinn í þessu. Dragðu sjálfu það núna Steindi. Gerðu það fyrir mig. Nei, dragðu blöð. Ég langar að segja you bold piece shit. Nei, ég nenni ekki að fá eitthvað. Ég ætla að segja you bold piece. Þetta er ég. Þetta á! Ég er laus. Maður síndu meðan þinn. Stendur. Heldur þessi að Nei, svindla. hvað stendur hana? Egill eða Steindi kannski? Nei, hann stendur Öddi. Reynda stendur Öddi. Hörru, hvað er Einar Mikael mættur hérna? Hvernig fer hann að þess? Þetta er svakalegt. Það er ekki að hvernig fer hann að því að sleppa alltaf. Nei. Það er að fara að búa til blöðrudýr hérna eftir. Er ég að stama? Ég er að hrósa, það er bara geggjað töframæður. Nei, ég fekk viðbjóðan síðast, ég mann það. Ég fyrir að tala Donald síðast. Bara góð töframæður. Ég man ekki hvort það varst þú eða Steindi. Þú kann töfra. Það er að senda næsta afmælisgjöf frúna og sér klikkuðu rúminu á Facebook eða? Það fóði street cred. Kona mín er ekki á Facebook hana. Yes. En Steindi, brandarótt pappa eins. Er það ekki? Jó. Herðu, Peppaður. Er ekki slegið og letta strengi með sínjó? Jó, nei, þetta er sett brandarótt pappa mis, Steindi sínjó slæður þetta strengi gíska á pönslan. Já, alveg. Ég sígi því blöðgækjari. En við erum saman í þér, við erum ekki að keppa. Það er sem skemmt í þessu. Er þið samanliðið? Já, saman. Já, svona við erum að reyna að botna þetta. Ok. En sett þetta alveg fyrir mækina þegar nú er ekki í stúdíónu. Viljið þið fyrsta hérna? Já. Af hverju eru Reynir og Danni orðnir svona litlir? Af hverju eru Reynir og Danni? Sko, hann heldur áfram orðagrínið. Þetta er einhver Reynir. Reynir, Danni Reynir. Danni Reynir. Af hverju eru Danni og Reynir orðnir svona litlir? Og hvernig, Ég á erfitt með að botna þetta. Út af því hann reynir að bla eitthvað. Þetta er eitthvað orðagrínblöð, þú ert bestur í það. Reynir á mikið. Hann reynir á mikið? Já. Svo. Af hverju eru Reynir og Danni orðnir svona litlir? Þeir skruppu saman í bíó. Ok, þessi er líka betri. Þessi var alveg nokkuð sterkur. Já, þetta er sexað ekki? Nei, þetta er ekki alveg jafnvel 7. Þetta er svona eina sterkasti brandarandi. Skruppu saman í bíó. Já, þeir skruppu saman í bíó. Þetta er bara uppistands og hörpu brandari. Það minnir mig svolítið á akkur að drukna ekki þessi að því hann rökk í kút. Já. Var hann ekki með hann dag? Hann var að bregða honum svo hann myndi rökk í kút. Já. Erum við að fyrir við næsta. Ok. Og reynir nú að gíska. Já. Af hverju er Gunni svona lítill?
Hann er að vinna svolítið með að skrefa saman sko, hann gæti komið með brandara sem tekist að vera litlir sko. Já, hann fann eitthvað kapla að Gunni svona lítill Gunni svona því að Akkur hann svona lítill, Gunni skrappa hann saman eða aftur Nei, hann byrði ekki aftur í það, maður Ég veit það ekki, ég er ekki bara að hlusta á þetta Hann skrapp einn út í búð Skrapp út í búð? Já Einn eða? Af því hann fættist á fjórðungssjúkrahúsi. Þessi, ég ætla að stíga niður og segja þessi var ekki nógu sterkur Ég ætla að gefa pappa núna þarf pappa að vanda sig aðeins Ég þarf að fá alvöru brandara núna sko. Ég ætla ekki að gefa þessum engun Nei Þetta var þristur Ég meina, en bestu komýri sem heimi þeir stundum bomba sko. Hann getur ekki deliver Það er bara einhverjum einasta brandara kallin Sýnunum var ekki alveg með þetta Ég ætla bara að segja það Ok Ná, hann getur redeem himself Hvers vegna var lyftumaðurinn rekinn? Hvers vegna var lyftumaðurinn? Að því hann kallaði hann svín Stjórnar hann lyftu þessi það fyrir í blokk Er þetta lyftar eins og ég var í IKEA Lyftumaðurinn, örgulega að sjá hann lyftuna Í blokk svona eins og í svona 90s myndum Já, mjög Einu sem ég hugsaði var eitthvað bara Bubbi kallaði mig svín eða eitthvað Það var húsvörðunum kallaði mig svín Lyfta maður biluði Já, en akkur var hann rekinn Ég get ekki bókna þetta Lyftumaðurinn Já, lyftumaðurinn Þetta er erfitt hjá hann í dag Ég hef aldrei heyrt neitt segja lyftumaðurinn Hvað er með pönsi? Það er bara svo krakki myndi segja Hvað er með þetta? Lyftumaðurinn Hvers vegna var lyftumaðurinn rekinn? Hann skildi hvorki upp með niður í starfinu Þessi var góður Ok, hann vann sér tilbaka Það ekki? Síðasti Hver er munurinn á manni sem kaupir lottómiða og manni sem rýst við konuna sína? Getur ekki unnið Hvorður getur unnið? Hvorður er ekki munurinn Sá sem er að vinna kaupir lottómiða með það getur unnið Meir líkur og vinnir lottó Meir líkur og vinnir lottó Ykkur unna það Sá sem kaupir lottómiðan á smá möguleika á að vinna Frá senior Stig í lokin maður Senior slæður og leta streng Það klikkar ekki Búið að draga eiginlega að fara að tala Donald Löfve Steinda hér eftir smá stund Við möttum að fara í þekkið ekki King of konundagurinn En ég held að sé komið að The Weeknd með Blinding Lights Stjórnir til að taka Takk hérlega Topp tónlistarstöðin FM 957 Það held ég The Weeknd, Blinding by the Light Er þetta ekki bara með betri lögum í langan tíma Blinding by the Light Þegar kom út maður fyrst Það var svakalegt Það var svona bara svona nýtt sound einhvern veginn Það var komið Já, að fá 80's inn í En við erum að sjálfsögðu beinni útsendingu hérna frá Keiluhöllinni sem við komum inn á áður, það er stöppuð Keiluhöll og allt upp á 10 hérna hjá okkur en við erum að spæja að fara núna í Þekki það ekki ef að Guðjón Hatna, veist það það þarf ekkert að kenna þessum dreng nýji kongurinn á FM, það er bara þannig King Gudjón en hvor ekki allar, hann átti lengi prentari núna þá þarf einhver að fara bara á barinn Það er bara á barinn og það er appisínu orange light og eitthvað Hörru, ég skal bara byrja að fara á barinn þú ert að lightinu er að tæmast good light Herðu, þá er það bara við Egill tilbúinn Tvei félagarnir maður Ég var að hella mér í brakandi þess glas af Jägermeister Orange made with Sicilian Oranges Já, þetta er sko, það er 1,5 árið þessi drikku kom út Það er bara 2 flöskur landinu fréttu Já, það er geðvikt Herðu, sko, ekki flækið ómikið Egill Ég er með sama þema En það er samt drullu erfitt oft Það heldur þig að sitja bara hana með eitthvað blað og penna Ok, þetta er allavega ekki erfitt þegar ég spyrði þig Svo skal ég útskýra þetta fyrir ykkur en það voru svo margir sem senda mér daginn bara af hverju er þetta svona erfitt fyrir það Þetta er ekki erfitt Út af því við vinnum á F97 Já, Hvað segir fólki það þegar það ringir í þig og spyrði? Er ekki skynsamir náungar samt? Nei, aldrei ekki Það eru tilbúin Af því alla spurningarna sem að þú fær fjalla Steinda Þannig ég er að svara spurningum í stend Ég veit allt hann Þannig að þetta var mjög Nefndu 3 hluti sem Steindi er betri en þú í Fuck 3 hlutir af því að þá hugsaði að þá kom allavega einhver stig Þið ljóta að giska á eitthvað Hann er betri að velja Space Dogs en ég Ætlar að setja það sem eitt? Nei, ég bara veldi Ég hugsa upp að maður ekki Það er að svara final strax Já, veist Hann er betri að sofa lítið Sofa lítið, þá er hann verri en þú í svepp Það er ekki verið betri Hann er betri í gaming Hann er betri á hlið Miklu betri á hlið
Hann betri að chilla í heitum pott og brainstorma. Það ekki að vera góður í Hann betri að búa í mansion. Nei, Egill, þú voru að nefna einhver alvöru hluti sem hann betri en þú í. Hann betri að boksa, hann heldur góð, hann segur í bóksinu. Og kallast þetta box. Hann duglegur í bóksinu. Hann búinn að fara 4 ræðingar. Já, betri að boksa, svarið mitt. Betra að boksa, ok. Guðjón mátt lækka aðeins allavega í stúdíónu hérna er hann í okkur, svo heyri betri í hann, hann og takkunur. Ok, hann betra að boksa. Takk Guðjón. Já. Ok, ég þarf 2 hluti við bótt. Já, ok, það er vel að, já, ok. Lendu 3 hluti sem Steindir. Betra hlið. Ætlar að hafa það? Þú veist það ekkert eins og niður. Jú, ég veit alltaf það, hann bestur á landinu í því. Ok, ég er bara að klára um það. Ok, nefndi þessu betra hlið en hann. Ég veit ekki hver er góður á hlið og hver ekki. Ég veit ekki eins og hvort ég sé sjálfur góður á hlið. Geggjaður í því. Hvað veist þú um það? Heimsmæli hvarða eins og Stoney, sko. Hann er bestur í því á landinu. Hann sérhæfur síðan, einu stellingin hans. Þú gerir einhvern hlut again. Það er að vera góður í því. Gott um að síðast það. Þú kastar 1000 körfuboltum á dag. Þú veist. Segðu mér bara síðast það, hvað er að þriðja sem hann er betur en þú í? Sko. Betur að rappa. Já, hann geggjar að rappa. Já, okkur segir ekki eitthvað sem er satt. Það sé elska við blöðlögin þegar hann tekur rappkamrað. Sammála, hann er geggjar að rappa. Betur að rappa. Já. Thank you, ég var í vesinni með það. Já, þú ert líka bara með eitthvað bull. Ég ætla að segja betri gaming en sem ég fór að hugsa. Ég er líklega betri gaming en Stonefuck. Þú veist að ég hitti svo marga gamera sem segja að sé hræðilur. Já. Ég er gamer. Ég var í gaming klubb í MK, sko. Það var henni, sko. Ég er gamer. Herru, þá er það næsta. Betra bóksa, betra hlið, betra rappa. Það er að hlera, ég öskra þetta. Já, hann er eitthvað ræðna barndum, hann er að hitta crazy fans. Herru. Hann er í bólamyndum. Já, ertu tilbúin? Já. Í hvað aðstæðum myndirðu aldrei vilja hafa Steinda með þér í? Fuck. Sko, nú, þetta er með þessi erfið. Já. Sko, erfið að giska. Steindi er frábær, ef þú veist, og já, ég meina, bestu vinn okkar. Og svona, ég veltaði fyrir mér svona hvað aðstæðum er hann ekki góður í. Hvað aðstæðum myndirðu alls ekki vilja hafa hann? Það er bara, fuck me, maður. Sko, ég held að í rauninni aðstæðunar, það er ekki svo marga aðstæður sem poppa upp hjá mér, en það er kannski þegar að það væri mjög mikilvægur fundur sem þarf að loka mikilvægan hlut á mjög snöggum tíma. Þá væri versti maðurinn með þér væri Steindi, þegar hann myndi mæta á seint og hann myndi flækja það mikið að þetta er hann myndi byrja ofhugsa hlutina svo rosalega. Segjum þetta væri bara það að deadline á þessu fundi, þetta er bara 2-3 mínútur, það leysa nokkuð vandamál, in and out job. Steindi væri síðastum á landinu sem þú vildi hafa með þér í þeim aðstæðum. Þannig að skrifa deadline fundur. Já. Ég gefi það, þetta er gott svar. Það er aldrei að fara að giska á þetta. Hann vill spjall í róliheitunum og leysa hlutina og tryggja tíma fundi. Það er líka stundum eins og hann bara elski fundi. Já, ég meina hann. Alltaf bara, hefur ekki bara taka fund og... Hann elskar ekkert meira að funda. Já. Ég hata funda, hann er smá að þetta er vesen. Deadline fundur. Þá hvað gefur fatasmekk Steinda á skalanum 0-10? Sko, kannski finnst þér ég að vera ruglaður. Mér finnst það að vera 9 eða 10. Alltaf, ég veit, mér finnst það. Hann er alltaf helviti huggulegur. Það er enginn á okkur þar. Þegar mætir einhvern veginn, svo veist, hann er oft í ykkur merkjavörum. Hann er nefnilega ekkert, þú getur ekki gefið hann 9 eða 10. Ég veit, hann er ekki Arnór Láksson, ég er ekki að tala það. En þú veist, þú gefur Rúrik 9 eða 10. Reyndar, ok, sko, ef að Rúrik, sem á Rúrik og kannski Rúrik, Gummi Kýr og Arnór Láksson séu 10. Já, það er 9 eða 10. Já, ok. Þá kannski þú orðar það þannig, þá kannski þarf ég að setja, en ég þarf að hafa hann ofalega. Mér finnst það alltaf frekar huggulur. Hann er aldrei svo niðursetningur eins og ég mætti á sín, aldrei svo niðursetningur og þegar við förum eitthvað fínt félagann og herrakvöldauka þá ég er að tala dagstæðlega, hann er náttúrulega klæðið sér flott upp 8, ok. Það er mín skoðun. Þá er síðast spurning, hvaða vöru tengiru, já það má ekki segja Celsius hérna, hvaða vöru tengiru mest við Steinda? KFC poppaði fyrst upp, saltstangir, Ritz-keks, PlayStation, heitan pott, rauðvín, bleiur. Sko, þetta er svona, þar ég vel eitthvað að þessu. Ok, ég ætla að segja KFC eða bleiur. Er það ekki? Jó, náði hann. Takk. Steindi! Herra, það kemur hann. Má ég sjá. Þetta... Steindi er að koma inn á labbandi. Egill fer og... Herru, C.J. mættur, okkar besti maður. Sest hann... Heyrðu nokkuð hvað... Heyrðu nokkuð hvað hann sagði það? Nei, hann sagði svo hátt á hann.
Herru, já, ég sitt svo nálægt þú mátt ekki horfa Herru, litla vislan maður, í staðin fyrir að fara á prentarinn og hanga þar einn sest bara með C.J. Já, ég sá hann mættur Fyrir við stöðuna Herru, C.J. er komin á svona bubbastan með sólgliru inni Já, sér hann líki í rosalegu standi Hann búinn að tálka vel að sig Já, hann Herru, ertu tilbúin? Já Nefndu 3 hluti sem að Egill betri en þú í Það er lyfta lóðum Lyfta Fara að sofa Sefu betur Ég veit ekkert við sem að sofi neitt sérstaklega vel sko Já, ég menn ef hann alltaf ná 8 tími þá hlýtur hann að sofa betur en þú Ég sko Málið er að ég sef hratt Sefur hratt? Ég sef hraðar en hann Hvað meinar þú? Ég sef hraðar Ég held að það sé ekkert gott að sofa hratt Ég held að það sé ekkert slæmt Hvernig sefur maður hraðar en næsti maður? Þú múið sefur bara minna þig ekki? Ég er ekkert endilega minna, hraðar Ok, hvað er síðast það? Þannig að 3 hluti sem að hvað var ég búinn að segja, lyfta að sofa og ég myndi segja að hann væri betri en ég að senda e-mail miklu betri Senda tölvupost Hann sendir náttúrulega svona 300-400 tölvupost á dag Hann er bara alltaf í tölvunni Já Herru, það er næsta Í hvað aðstæðum myndur aldrei vilja hafa Egil með þér í? Ég hugsa kom ekki í stiga þarna en mér finnst gaman að spyrja ykkur að þessum Já Málið er að Egill er flugrættur Já Hann er svolítið flugrættur Hann er flugrættari en hann segist vera Já, hann er mjög hrættur við turbulence Já Þannig að ég myndi ekki vilja hafa hann í einhverju svona nauðlendingu í flugu Þetta er þetta gott svar hefur, ég geði það Þú veist að því að ég held að Málið er að þegar kemur svona hristingur þegar ég verið að fljúga með hann það kemur hristingur í vélina ég horfi svona og ég lít svona eitthvað svona kíkja á hann sko þá er hann byrjaður að horfa á mig og ég bara gerir svona hann er flugrætt heldur en fólk veit miklu, þannig að leið og að kæmi alvöru turbulence og bara vélin er að droppa 20-30 metra og þú veist og það eru eldingar fyrir smá í vélina og kemur en er einhver sem undir ok, ég er ánægð með svaran, ég ætla ekki að fara að dissa það er einhver sem er góður í þeim aðstæðum? Nei, ekkert endilega góður í þeim aðstæðum ég held bara að hann myndi fríka út í hann aðstæðum allt í hennu heyrir, þú veist allt í hennu sérðan vera öskrandi og láta einkennilega og hann myndi missa kúli sem væri líka svo ólíkt honum ég veit það og það væri bara hálf vandræði en fyrir mér sko ef að kemur turbulence eða til dæmis eins og í draumum sem að byrja nú á föstudaginn eftir viku nei það er endur í þætti 2 sem að kemur ógeðslegt atriði með okkur í mér líður alltaf vel ef það er einhver hrættar en ég í aðstæðanum við sko ég meina þá bara líður mér betur þá get ég svona aðeins herru þá er það næsta hvað gefur þið fatasmekk Egils á skalanum 0-10? Ég gef honum nú ekki háa einhvern nei sko ég sé Egil nú bara eiginlega aldrei nema í joggingalla sko og það er náttúrulega ekki gott fullunum maður 45 ára maður en þú veist alltaf að vera joggara en hann er svona út allt í joggara sko mætti alveg henda sér í skyrtu en svo þegar hann sko he cleans up good svo þegar hann fer en ég er að tala bara svona average day ekki að því að ef við ætlum að taka eitthvað herrakvöld eða við erum að leiðin út að borða og þá er hann góður sko sammála þig þannig að ég ætla að gefa honum þrist að því að ég er joggara maður sko ég stend með joggarunum en svona þú veist eins og núna ég er bara í keiluöllin núna og klukkan er þú veist hvað er hún er 5 ég er bara í gallabuxum og ból ég er ekkert í joggingbuxum það var að síðast það hvaða vöru tengir Egil mest við? Það má ekki segja Celsius og ekki heldur Pepsi Max nei ég tengi hann alltaf við rauðvín tengi hann við bjór lightbjór tengi hann við Jager ég tengi hann við fisk hann er alltaf að tala um að fara og sækja einhvern fisk og ég tengi líka við hárgæslustofu Carter, veitur hann ekki? Það er satt ekki vara nei hvaða vöru tengir hann við? Ég tengi við bjór lightbjór okay. Hörru, þá þurfum við að fá Egil ég var miklu fljótari það? já
Hann hann í einhverju myndatöku. Þurfum að fá okkar besta mann Egill! Kemur hann Það náttúrulega alltaf sjóð upp úr þetta. Já, það bara stöppuð keilu Já, CJ grenjandi úr hlátri. Styttist í að tala dónulega. Djöfull spenntið fyrir því. Ég náttúrulega laus við það. Það hefur viðbjöð fyrir mig. Ég elska þegar ég laus. Herðu, ok drengir, þá fyrir við yfir þetta. Ég vil alltaf laus. Ég abaskitt alltaf heimlið. Nei, ég var í næsta síðast. Ég ætla að vinna. Ég byrjaði, Steindi, ég ætla að byrja á þér. Ég spurði Egill, nefndu 3 hluti sem að Steindi betri en þú í. Hvað sagði hann? Já, Í hverju erst þú betri en hann? Hvað 3 hlutur heldur hann hafi sagt? Ég held hann hafi sagt í boxi. Það kom 1 stig. Ég ætla að segja að hann hafi sagt á hlið. Það komið 2 stig. Og ég ætla að segja skjóta hreindýr. Nei, það var boxi, hlið og rappa. Hvernig anskotar gæstu að giska á þetta allt? Hvað meinar þú? Þú bara segir þetta allt í 10 ár bara. Þú ert nýbyrjar að boxa samt. Þetta er samt líf. Já, en þú veist. Er það komið 2-0 yfir? Ég ætla alltaf að segja bara í gólfinu. Segir hann það ekki alltaf? Jó, ég var alltaf reyndar að segja það sko. Er það komið 2-0 yfir? Já, ég spurði Steindi sömu spurningu, nefndi 3 hluti sem að Egill er betri en þú í. Hvað sagði hann? Ég sko, betra að vakna snemma. Svepp, kom 1 stig. Yes. Ok, sko, ég verði að ná einu enn. Gaman! Betra að svara mailum. Tölvupóstur, 2 stig komin. Varst þú að vera það? Nei, hann var að tala við Jóa. Og betra að lyfta þungur hlutum. Það er rétt lyfta. Jesus, man! 3-2. Það er rosalegt. Sko, ég hef verið sáttu við ángríns bara 1 punkt. Nei, þannig að segja einu svona fyrir mig. Gaman! Þegar þú ert eins og þetta var að Gaman! Já, kalla á Mountain Boys. Mountain Boys. Við þurfum enda þáttina á Take it away, Mountain Boys. Ég ætla að byrja aftur á þér að því að þú ert undir. Í hvaða aðstæðum myndi Egill aldrei vilja hafa þig? Hann myndi aldrei vilja hafa mig með. Nú er ég að hugsa sko að því að Talið í mækinn. Já, honum finnst ég ofhugsa hluti. Þannig að hann myndi ekki. Já, sko, ég held að hann Nei, ég ætla að taka smá safe gísk hérna, sko. Hvað er það að segja? Ég held að hann myndi ekki vilja hafa mig með að spotta hann í giminu. Nei, hann sagði deadline fundur. Það sem að það er að gerast hratt. Ég var komin á slóðina. Basically með snöggan fund sem það má ekki ofhugsa hlutina á. Þú fórst úr því. Og svo ferði að ofhugsa hann. En þú var í góðu spotti. Úti spottar í bekk. Þú tröstum maður. Það hefur út natural hraustur. Egill, þú komist í 4-2. Í hvað aðstæðan vill Steindi alls ekki hafa þig? Þú veist, ég er alveg úti að þetta er erfið spurning. Þessi er helvít erfið, sko. En mér finnst það bara gaman að heyra svörin ykkar. Hvað aðstæðan myndi hann ekki vilja hafa mig með í? Ég held að ég aldrei þarf að gíska á þetta. Nei, ég myndi bara einhverju gigi sem er seintu kvöldu nótt. Nei, alvöru turbulence í flugvél. Fuck me maður, ég hata mest í lífunu. Já, ég veit allt það. Það er bara langar raðir og turbulence. Nauðlending í flugi. En það myndi ég ekki vilja hafa þetta alveg að fríku. Er þú ekki þrættur í turbulence? Nei, eiginlega ekki. Hvað, farið þið bara síkó eða? Nei, ég var einu sinni flugrættur. Þetta er nú ekki alveg satt, þú ert nú alveg. Ég var einu sinni freka flugrættur, sko. Ólst að mér. En lausnin er að vera fullu. Já, þú getur verið fullu bara leiðin til Akureyrar að fara að gega, sko. Nei. Herru, þá er á næsta. Egill, ég spurði Steinda hvað gefur fatasmekk Egills. Hvað sagði hann frá 0-10? Sko, hvað gefur Steindi frá 0-10 fatasmekk? Náttúrulega, hann veit náttúrulega bara ég er náttúrulega bara engaþjálfari, skilu. Ég er bara alltaf í út af fötum. Nema því ég fæ mér snúning. Nei, herru, auðvitað sagði að þetta mætti ekki tengja snúning. Nei, þetta er bara average day. Já, ég minna, staðan minn er bara þannig. Ég er bara alltaf. Ég meina, þú ert ekki að þjálfa núna, þú ert í útvarpið í Keiluhöllina, það er full Keiluhöll. Já, ég kem beint úr sporthúsinu, skiljum. Já, það er bara född með þér. Född með mér? Hvað heldur hann að ekki þér? Hann er alltaf, ég er að fara að skora hjá honum einhver stóra bílinu 5.56,5. Það er staðan. Og ég er aldrei að fara að setja 10 og gilsa þarna, sko. Hann veit að ég er 6, ég fæ með snúning, svo er ég svo trúður í þessa mynd. Hann gefur mér 6-5. Hann gæði þrist. Þrist! Brutal. Ég tek þristin. Já, sko, málega er að ég sagði það. Þegar þú færði snúningin You clean up good, sann. Ég fer í exit-galan. Bara þegar þú færði snúning og færði út, allt er bara 10. Hvað gaf Egill þér? Ég ætlaði bara að setja sér svolítið svipa. Því að eins og ég segi, ég er í gallaböksum og ból sem er kannski ekki mikið skárra en að vera í joggingala, sko. Ég ætla að segja
6. Hann gaf þér 8. 8? Já, sem að mér varst furðulegt. Hann ætlaði að gefa þér 9 eða 10. Þú ert að stoppa það. Hann talaði með því að þetta hugulur. En ég er nú, hvernig færði það út 8 eða 9? Mætur átt í ykkur geggjuðu skóm og ykkur flottum bólum og skiptum. Herru, þá er það síðast spurning, drengir. Staðan er 3-2 fyrir Agli. Nei, fyrir Agli. Já, ég er yfir. Þannig að Steindi, þú veitur hvað er að gerast? Hvað komið lag? Ég er ekki með headphone. Guðjón, eru það? Þetta er bara bull. Guðjón. Já, ok, herru. Síðasta spurning, hvaða vöru tengir Egill þig við Steindi? Sko, nú er stóra spurningin var hann heiðarlegur eða fór hann í, á ég að segja bara blöss eða eitthvað, skilur við, þú veist, og fá... Nei, hann var heiðarlegur. Hann var heiðarlegur? Já. Ok, þá myndi ég segja að þetta hljóti að vera Guinness. Hann sagði KFC eða bleiur. Æ, hann var ekki alveg. Jú, hann tengi alveg KFC. Bleiur, er það alveg svar? Þú hefði fengið rétt fyrir það líka. Ég meina KFC. Þú ert búin að vinna hvað vöru tengir Steindi við. Ég geði KFC. Að þú eigir ekki 15% hluti KFC er crime. Það er mjög skrítið. Hvaða vöru tengir Egill þig við? Nei, ég var Steindi fyrir. Hann hlýtur að tengja mig við eitthvað vöðvadrall, sko. Nei, það var lightbjór. Skuldum auglýsingar. Jakstor er bara... Já, hann var búinn að vinna. Hörðu, ég ætla ekki að sko Epic Bet eða pre-workout en hann sagði lightbjór. Já, en ég hefði ekki að setja hann á drólega susta eða teka eða eitthvað. Skuldum auglýsingar. Ég tekis alvarlega. Svo er það að tala drólega. Hann var búinn að vinna. Hann var 3-2. Þetta er FM FM 957. Það er ég alvöru lag hér frá okkar besta manni. Herra Hnetusmjör, þetta er top 2 top. Er það besta lagi hann síka til? Já, það er upp til hópa. Það er náttúrulega, það er slatti. So many hits. Það nýjasti hittarinn, hann ánáttúrulega bara, hann á svona 300 hittara, sko. Ég fæ ekki leið á þessu lagi. Ég elskar líka að vera hann forríka entrepreneur. Hann er að fara að hendi gig á Tenerife. The greatest island in the world. Já, páskana. Líka snilling, sunshine og cash. Það er ágættis líkur. Ég verði á tenu páskana. Ég getur að kíkja bara á þetta. Gætur þú þurft? Við hvetjum bara alla til að tryggja sig miða núna. Það verður 100% uppselt á Tenerife tónleikana. Já, og talandi að tryggja sig miða, þá minnum við á hlustendavelunum verður haldið núna í mars. Það er alvöru sjó í gangi þar líka og miðasala hófst í dag inn á tix.is. Hvenær er hlustendavelunin? Manstu það? 20. mars. Guðjón, þú mátt hjálpa okkur núna. Þetta er hérna 20. mars. Þannig að farið inn á tix.is og tryggja ykkur miða á hlustendavelunum. Það er alveg line up það líka. Og pikkið með í höllina líka 31. maí. Nóum að vera. Hendið eina körfu og bæ. Það verður stærsta partí sem hefur verið haldið á Íslandi. En það er hins vegar komið að spurningkeppni Gilsarans og það er fínt að minna þá karlmenn sem er að hlusta. Það er konundagurinn á sunnudaginn. Gerir eitthvað næst fyrir frúna. Pældi ekki að vera góðar að gefa mönnum heads up. Því að mjög margir drulla. Já, margir búin að stengleima Já, vakna og sunn. Já. Og þá hefur maður samt halvan daginn. Silent treatment heima, sko. Fatt ekki hvað það er. Glimti konundegin. Vakna stemma, fór til Baggo. Já, ég ætla að vera hreinskilin núna. Ég ætla að fara að hugsa eitthvað sjálfur. Kallar það bakar í Baggo? Fór til Baggo? Já. Til Baggo og hitta prella. Rosa skrítið að kallar bakar í Baggo. Finnst fólki í Moselsbæ erfitt að bara klára setningar? Hvað nærður í bakarinn yfirleitt? Bleikusnúður? Sko, náttúrulega fyrir krakkana eru snúðar, jú. Það er mikið bleikasnúðar. Nei, veitu hvað, ég er í kanellengjuri. Sko ég er í heilkvituhotni með svona paprikostu og dívoni, djöfull það er gott sér þar. Herru, en förum í spurningi hérna. Þið farið nú ekki oft í bakari? Jú, ég fyrir með strákan í bakari okkur einasta lögði. Helgar, skilju, það er cheat days. Það er allir með cheat days. Auðvitað. Fylgir þessu. Hörru, þetta er sko Steindi. Þú ert... Já, þú ert búin að sjóðan. Þú ert the motherfucking king í þessu. Er þetta king of konundagur eða king of women? King of konundagur. King of konundagur. Þú veist, king of women, king of konundagur. Út af þessum frábæra degi. En ég segi bara Steindi, þú ert svo geggjaður. Það væri gaman ef að Blöð klálega underdog aðeins ná að eiga breykið. Já, ég náttúrulega get ekki stjórna því sjálfu. Það fyrir bara eftir eitthvað spurningar. Heldur þú gefur frúnni blómvönd á sunnudaginn? Nei. Já, ég ætla Þetta var hart negri hjá þau blöðan. Ég ætla að gíska á það, já. Búm. Þetta er ástæðan fyrir þú reykir þess að keppna allt. Nei, ég mun gefin eitthvað. Og munurinn á mér og Steindi er að hann geti alveg verið að ljúga svo hann gefur henni ekkert blómvönd. Ég er ekki blóma, ég er blómakall. Ég setja ekki þetta blöð lapp inn með eitthvað blómvönd. Nei, það er bara ekki ég, en ég gef henni eitthvað.
Já, gefur henni titling. Þýðu ég maður. Tjúfillast og ógestu. Sko, þá förum við hérna í... Þetta er aðalega. Já, hættu svo. Við klippum þetta út. Já. Ertu vinsæll á gælunum? Það myndi nú ekki halda. Herru, næsta. Þetta bara... Ég myndi ekki halda það. Nei, ég held við séum bara nokkuð... Við erum bara ferdu í menn. Já. Þetta er bara frekar vinsælir, sant? Það held ég ekki. Ekki? Nei, hvað heldur að sé bara byrður að konum að séu leit okkur eða? Þetta er óþægileg spurning. Já. Mér langaði hún væri óþægileg í samdana sko. Ég viðurkenni það. Ég var alveg hreinskilin sko. Hún var það, til hamingju. Ætlar að taka Richie á þetta og gefa frúnni afsteipu af penisnuðinum á konundeginu. Gerði hann það? Nei. Það var að tala um þetta í sísta þætti. Hann var að tala um að það er hræðilegju. Sko, Rikki hendi í einhvern lélegasta lista sögunar í síðasta þætti. Djöfull, hló ég að því. Þetta var svona bara eins og að labba inn í svona hræðilega bólabúð á Tenerife. Það var allt svona eitthvað hérna... I'm with stupid og... Já, þetta var svolítið þannig. Já, þetta var með einhver lista og ein versta gjöfun sem gast gefið á Valentínsdaginn var sem sagt afsteipa af limnið maður og segja svo bara ég fari inn í golfferð. Já, þetta var langt frí. Já. Bara gefa, veist. En finna við þetta er að þegar Rikki var að fara yfir listan, hann var að taka þetta af einhverju erlendri síðu. Já, dó hann hlátrið. Hann satt með okkur á lífa, grenjandi úr hlátrið og sagði svo við okkur, ok, ég er með rosalega lista á eftir. Já. Þetta er svona eins og þegar hann var að horfa á Adam Sandler myndin í bílnum hann í Rikki fyrir Ameríku. Ég er bara svona að hugsa, hvað er maðurinn að horfa á? En hvað, en hann gerði þetta samt ekki? Nei, hann er aldrei talaði bara um þetta. Já, hann bara segið þetta væri hræðileg gjöf. Það er ennþá 1-0. Egil lætur menn lítið í tlúti. Nei, hann bara lígur upp á menn eins og þú lögst upp á sessa. Nei, ég tók það tilbaka. Egil Rikki verður aldrei gert þetta. Nei, hann talaði eins og hann hafi gert þetta. Rétt á hann, fyrir nokkru sekúndur. Heldur þú að einhver á Íslandi hafi starað á fleiri titlingar en þú? Og ef þú heldur einhver að geta það, þá er bara alltaf læg sko. Já, 100%. Hver? Hver? Já, hvað heldur þú? Ég veit nafnið á viðkomandi. Ég veit bara að það er ekki ég. Það er bara 100%. Þú vannst við þetta í mörg ár. Ég vann ekkert við þetta í mörg ár. Hvað heldur að ég alveg að sé engin... Við getum ekki tekið þess að bara... Heldur að sé engin... Þú verður að fara hægt. Ég vann þarna í svona, þú veist... Það er búið að segja þetta offline. Ég er að segja þetta online núna. Þú verður að fara hægt. Ég vann þarna í svona 1 ári eða hálft ári. Það er búið að segja svona 50 sinum. Hann var ekki að horfa hennar titling. Ég var alltaf upp í turni maður. Aðalega alltaf, að reyna það. Ég faldi mig það. Ef að spurningi væri, hvor hefur bara hort á fleiri, þá er það pottitt ég að því ég er svo mikið í ræktinu og Steindir það ekki, þannig ég ætti örugglega að fá punktinn á. Og líka það en ég er ekki að benda á þá. Nei, þetta á stara. Ég er heldur ég sé starandi í ræktinu. Það láti ekki eins og maður reynir maður bara þvæsir og reynir að horfa eitthvað annað og svo bara drullar maður sér að þurrka sig og fer heim. Það er ekki starandi. En ég er pottið að vera oftar í styrtu með öðnum kallmennum heldur í Steindi. Nei, byrjuðu sko, ég var búinn að gefa Steinda búinn. Þegar þú segir það, þú er búinn að eiga fótbolta og bara hóp íþróttir, það var smákrakki. Ræktinni bara síðan 2007. Já, og svo ginn. Ég hefði reyndar fótbolta líka, alveg þar til ég var kannski eitthvað 15 eða 16. Já, ég var til 20. Já, og svo fórst ég ræktina fullu. En svo stendur hann inn í klefa. Nei, ég var í 8 klukkutíma. Það er enginn á okkur að stara. Ég var ekkert á einhverju einasta ég held að það finnur þetta hrattum. Ég ætla ekki að vera leiðilöflu, ég vil langa að gefa það punkt. Tegðu þú bara báðum. Nei, ákveður á 2 að fá punkt. Ég veit það ekki maður, ég vil bara losna þessu spurningu. Já, yfir í næstu. Og Egil, þú verður að fara hægt. Já. Því hann er alltaf að segja það sama. Heldur þú Voltir gerfi titling fyrir frúnna á konundaginn? Nei. Já, hvað sagður þú? Voltir? Heldur þú Voltir? Voltir gerfi, hvað er það? Að Blöss býður upp á Volt núna. Já. Þetta er Voltað. Þannig að þetta er hægt. Bara delivered. Það væri samt, finnst mér, ég dæmi ekki. Nei, hvað heldur þú? Byrjar á Blómvönd og svo Voltir í titling? Nei, það er bara að skrýta einhver ókunnur. Þú sagðist alltaf ekki á Blómvönd á. Ég ætla að spyrja Sigrúnu by the way á mánudaginn hvort það fikk Blómvönd og hvort það var logið þessu stíi eins og svo mörg öðru í þessu þætti, sko. Ég gef vel alltaf Blómvendi. Það er eitthvað offið að það ekki, samt ef einhver banka bara upp á hér og rétti er Nei, þetta er í kössum. Af því að þetta er kannski þægilega stundum að ómerktu kössum. Nei, þetta er leave at the door. Þú veist, þá skilja eftir fyrir utan og það er alltaf hitt hann eitt, sko. Þetta er bara mjög sniðuð þjónustæði okkar bestu, sko. Og ómerktu kassi. Ég held að gerðu, sko, hún þurfti ekki á peningum að halda, sko, en hún er að goddamn genius, sko, hún har volta titling út allar bæði, sko. Hún kann þetta. Gerður ekkert fætt í gær. Hvoruð er að fá punkt hana? Nei. Hvoruð? Heldur þú að vera allsber alla konundaginn? Nei.
Ég verði bara ekkert allsber. Ekki margar eftir sko. Stendur auðvitað with the lead. Já, því að hann bara sneikaði einu stíði hérna. Hefur sett upp reyndir heima upp á veg til að gera gælur horny. Þetta er döðafæri til að loka þessu því að blöð getur ekki unni og segja já. Ég náttúrulega hef aldrei sett upp reyndir. Hvað er þetta komið reyndir? Áttu alltaf farin að ljúga. Af því að ég hef aldrei sett upp reyndir. Ég hef aldrei hengt upp reyndir. Bara aldrei á æmri. Og aldrei skotið reyndir og aldrei bara aldrei verið involverar í neinu reyndir af vesinni. Ég fá svona nettan hausverk. Bara þetta var heima hjá mér áður en ég keypti. Ertu með eitthvað hann í lokina? Er það búið það? Það er einu eftir og Steindir aldrei að tapa. Þetta er mest alveg X. Þegar þú sér gælu er það fyrsta sem þú hugsar Nei, það er ekki svo langt í frá herðu. Já, það skamma ykkur það. Við vann Steindir í alvörinni af því að við fengum báði stig hérna. Þú bara að vinna þetta 5 sinnum Já, það er erfitt að keppa við kallinn. Ég ætla ekki að vera leiðilegur. Þetta er ekki alveg your kind of shit Nei, það er bara konum sko. Líka ef að fólk heyri spurningarnar þá er ég bara nokkuð fegin að þetta hendi mér ekki. Þannig að ég vann þetta. Ég með blómund og sunn. Ég ætla að tjekka á því að mánudag. Ég þurfti hennar sigur. Ég finn það. Það er glaðurinn í helgina. Ég hlakka svo til lökast hennar á þriðjudaginn fyrir ég er búin að fá það staðfest og gafst ekki neitt blómund á konundaginn. Núna sækir alltaf blómund. Það passa sig að þú núna. Þú er búin að setja hann hefur verið í kringu Steinda. Hann er búin að stengleimis eftir korter. Góð bótur. Herru, fáum lag og svo er það að tala Donald, drengir. Nei, herru, Mercedes Club maður. Nei, rosalegt höllin. Þetta er FM FM 957 Hárið það er Pepsi Max og Egilshöllin sem að færi ykkur FM 95 blöð hér á FM 957 og við erum einmitt í beinni útsendingu frá Egilshöllinni og Egil var að hella sér Pepsi Max í glas því að C.J. var að koma með pizza á borðið. Og hún er frá Shaken Pizza. Þessi er spicy, þetta verður blöðblöð. Þessi er rífur í. Ég dýrka svona spicy í dæmi. Bestu pizzulandsins. Já, hér eru C.J. kann að búa til pizzu. Hann er bara að gera það í mörg ár sko. Enda er stappaðinn inn á Shaken Pizza og það er verið að spila keilu á öllum brautum. Ég veit að Dr. Fútból tók upp þáttinn sinn líka hérna í hádeginu. Þeir voru gýr. Já, og risa helgi í enska boltanum. Það er City Liverpool á sunnudaginn og svo er Everton United, það er Arsenal á morgun líka. Þannig að tryggja ykkur borð á keiluhöllin @keiluhöllin.is. Newcastle er í bikarnum, úrslitaleik. Já, það er ekki helgina. Það er vel stórt sko. Gott þú vitið það því að var verið að senda það á þig. Það er rosalegt drengir. Og það eru stóra fréttir. Það er Classic er á 500 krónur boltatilbúð alla helgina hjá keiluhöllinni. Það er ódýrasti bjór landsins og by far sko. Þannig að þið ætla að taka enska boltanum helgina þá fáið þið Classic á 500 krónur í Egilshöllin. Þið ekki heyrst þetta verð bara í mörg ár. Ég fór á barundaginn og borgaði 1800 kall fyrir 400 millilitra af gull light. Þetta er út í kæft 3. Þetta er setja og rugglaði. Þetta er alveg prísi ánum en það er ekki pening. Það getur hendt svona til. Þú getur bara stótt í það fyrir 3-4 skallina. Það er rosalega. Komið að dagskólið sem heitir How do you do fellow kids og Eva Guðjón er með lagið tilbúið þarna. Stóni er með það. Já, Stóni er með þarna. Þetta er komið. Shit maður, þegar ég heyri þetta lag sko. Það er einhver gýr í þessu lagi. Þetta er geðveikt lag sko. Náttúrulega hlustaði mikið að því var yngri. M.O.P. Já, svakalegt lag maður. Þetta er alvöru stemningslag en það fekk ég alvöru stemningsfrasa í dag, drengir. Þú hendur á Instagrami, sá ég. Er þetta Opos? Já, þetta er, nei, bara fellow kids. Þetta er How do you do fellow kids. Ég er bara góður í Opos. Nei, þú ert ekki eins og góður í Opos. Þetta er, en þetta er sko, sumar er alveg smá erfiðar. Ok. Aðrar ekki. Það að gefa vísbendingar og svona. Ég ætla að byrja á einni bara. Já, gott vísbendingar. Bjössi Lax sendi þessa. Rándýrt nafn. Það er rándýrt nafn. Laxinn. Hvað því frasin að blöða í buksunar? Það er blöðarinn. Já, skíti í sig. Árið! Frábært. Skíti í buksunar. Já, blöðpúp. Blöða í buksunar. Ég er ekki að feika þetta. Bjössi Lax, þú ert betur en þetta sko. Ég er bara sótt í stíið. En eru þau cool kids að segja að það séu blöða í buksunar? Já. The coolest kids around. Bjössi Lax var að segja. Málið er að ekki. Bjössi Lax er ekki að ljúga þessu. Hvað þýðir frasin í dag, drengir? Að vera zombie og býðið þið aðeins. Þetta gefur ykkur línu. Að vera zombie? Já, til dæmis eins og ég myndi segja núna Blöð, hann var bara, hann var zombie
Það er hárrétt! Hann rétti ekki pönd, ég vissi þetta alveg. Er það? Já. Sko, þetta zombie... Herðu, þú tala líka eins og þetta sé eitthvað bara fáránlegt að vita þetta, að vera zombie. Ég ætla að segja að vera zombie og átó í gæri, Þú var að gefa mér búið. Í blackout fullur og ógæðslu. En byrju, hvað var þeim að réttu pönd? Já, ég glimti. Herru, hann jafnaði, hann fær ekki oft stig í þessu, ekki takkt á honum. Nei. Loksins ég fæ punkt. Ja, 1-1. Það kemur honum að mér á technical. Þessi hérna er helviti góð, hún er mikið notuð á Stykkishólmi. Á Stykkishólmi? Já, Stykkishólmi kom hangað maður. Gott fólk þar. Já, Bæring Nói sendi þessa. Þór Bæring? Já. Nei, Bæring Nói. Bæring Nói og hvað þýðir að vera feikur? Feikur? Egil. Feitur og veikur. Það er ekki rétt en það er geggja gísk sko. Var það ekki rétt? Nei, það var en sko mjög gott gísk. Að vera feikur? Hann sagði að vera feitur og veikur. Já, það er hræðilegt. Það er bara ekki nógu góð blanda sko. Nei, þetta fyrir ekki inn sko. Þetta er komið inn, við erum bara í beinni hérna frá Keilöldinni. Að vera feikur? Já. Ég er bara ekki alveg að tengja við þetta. Já, býtu, þetta er samt sko, mér finnst það samt frekar létt svona, en ég er náttúrulega veit hana, ég er búin að lesa hana. Þetta er basically að þykjast vera veikur. Það er hárrétt! Vel gert Veikur! Ég var way off. Ekki feitur og veikur, feik veikur. Ég tók oft feikur í gamla dagi vurt. Já, ég tók 2 daga í mánuði sem ég var feikur í IKEA sko. Ég tók alltaf mína 2 daga. Nú ætla ég bara sko ég ætla að biðja alla yfirmenn að núti að segja við starfsfólki ykkar þegar það ringir sig inn veitt, segja ok, ekki máli hreinskilin, ertu feikur? Já. Ertu feikur? Af því að, segðu það. Herru, ok. Eins og á mánudaginn eftir Super Bowl þá frétti ég bara af því að bara fyrirtækjum út allan, það voru helviti margir feikir þann dag. Já, sérstaklega í Bandaríkjunum. Þetta er vist eitthvað mest að tap alltaf fyrirtækjum. Það er mánudagurinn eftir Super Bowl. Já. Það er ok. Herru, þá er það... Það er 2-1, 2 eftir þegar. Ég er ekki að fara að segja hessa hérna sko. Nei, ekki komið eitthvað Nei, ég ætla ekki að segja hana. Það sína hana. Já, ég bara slepptu þessu. Það ógeð er þetta. Þetta er skrítið maður. Já, herru. Þetta er skrítið. Þessi getur ekki farið í loftið. Herru, þá fer ég bara næstu. Já, ég enda fór ekki með þessa. Sýnum smá þroska. Auðvitað. Herru, þá höldum við áfram. Hvað þýðir frasinn PC? PC Tölva, PC-tölva. Nei, býði, þetta er skrifað. Já, þú veist, PC. Þetta er frasinn PC. PC, ok. Það vera PC. Maður veit alveg hvað það er. Ég veit ekki hvað það er. Já, svona rétt. En núna þegar einhver segir, þú veist, herru, hérna, þú veist, hvað er það, hvað, PC? Það þýðir annað í dag. Það þýðir svolítið annað í dag. Það vera PC. Ekki að vera það kannski, en hei. Hvað ertu PC? Hvernig skrifar þetta? PC? PC. Þetta er Julian Hafstedt sem sendi þessa. Ég er ekki að tekja. Julian PC. Áttu eitthvað svona dæmi? Já. Áttu vísbendingu? Ok, ég ætla að gefa ykkur vísbendingu. Þetta er eitthvað sem þú gerir. Þú veist, þú ert þetta ekki. Gerir þetta? Þú gerir þetta og þú gerir þetta barjafil og tengist jafnvel pöntun. PC? PC. Það fá eitt PC. Það fá eitt PC. Er það PC eða? Herru, það er sól úti. Þú veist, við erum á ströndinni og fá okkur eitt PC eða? Eitt PC. Pina colada. Það er hann. Pina colada maður. Jöfnveld, tíma tók þetta hjá okkur. Þetta er samt ekki fellow kids. Þetta er næstu að vera svona how do you do opos. Eru fellow kids í Pina colada? Nei, aldrei ekki. Nei, ég veit Það ekki. væri bara einhverjir fertugir sögreglingar. En ekki vann með þetta The Cool Kids. Það getur vel verið að þau séu að vinna með Pina colada. Þá hrósaði þeim. Þegar cool gets farið þá kallar þetta PC. Ekki Pina colada. Það var að síðasta. 3-1. 3-1. Egil, þú getur klórað í bakkan. Aðeins að fara út úr þessu með smá Ég er á dignity. blaði samt. Þú ert á blaði? Já. Ok, hvað þýðir að blöð banka sig í gang? Blöð banka sig í gang. Að blöð banka sig. Tengist þetta kúk eða cash? Það tengist eiginlega meira cash sko. Blöð banka sig í gang. Að hraðbanka sig upp. Það er hraðbanka. Ég ætla að gefa þér þetta. Það er að sparki hraðbanka. Blöðbanka. Sem er líi sem þú settir á mig sem var hugi í svona 100. sinni. Ég er ekki lengur að segja að þú hefði sparkaði hann. Ég er að segja að þetta er frasinn er að blöðbanka sig. En ef cool kids er að sparki hraðbanka. Það er blöðbanka. Herru, ég ætla að blöðbanka en að banka hérna. Já, það er kemur frá líi en þetta fór þá 3-2.
Í How Do You Do Fellow Kids. Það hörðu, talandi kids, það alltaf morandi Já, það mikið að kids Já, við ætlum að henda í lag og svo Egil, þú getur ekki fresta þessu lengur. Við erum að fara að tala dónulega. Ég held við náum þessi. Við þurfum að byrja krakkanum að stíga frá borðið þá. Já, það má ekki vera einhverju krakkar í kring. Topp tónlistarstöðin FM 957 Við erum í beinni útsendingu frá Keiluhöllinu og Egil svona bara hálf grenjandi því að hann smakkaði einhverju pítsu frá Jóa og hún virðist vera aðeins og spæsi fyrir okkar besta mann. Það er ekki að ráða við það. Ég held að Jóa hefur verið með comedy. Það er eitthvað horfandi á okkur hlægjandi. Troll, nei, hann er ekki að fylgjast með þér. En hvernig höndlað þú ekki alveg spæsi það? Jú, sko, ég get lofa að það getur engin Íslandingur borðað þessa pítsu. Sko, mest spæsi pizza á Íslandi var allavega hér, hann hefur örugglega sett hana hérna á borðið. Já, hann hefur verið að dökja. Hvað, eftir ég sá þig grenjandi? Já, sko, þú höndla sterka mat vel. Er ég aumingi? Eða er þetta insanely stert? Ég skal testa þetta í smá stund en þið eru ekki að fá að Við náum ekki tala dónlega það, er ekki bara næst? Við erum að fara akkurat í það núna. Ég væri svo til í það sko. Tíminn er runnið frá. Nei, ég sé laus við þetta. Jesus. Þannig að ég fæ bara að hlusta. Miklu verður að lesa þetta en að standa undir þessu gull. Steindi vill meina að það sé miklu verra að vera á hinum endunum sko. Já, þetta gæti verið svipa. Guðjón, settu Unfinished Sympathy á núna. Já, þú ert alltaf með það. Er það slifirlagið? Settu það á. Er þetta þegar William Baldwin og með Valda Alík Já, herru, hann er að það er komið. Þegar maður settu súlun í slifur. Ég er nefnilega man ekki alveg til slifur. Nei. Já, settu það á út einn heima. Það er komið. Ég er yngri en þér sko. Já, þetta er ekkert eitthvað sem að ég eldist vel held ég. Ok. Herru. Er ekki fín svona Það heyrist alveg vel í þessu Lægið er key sko. Í hvað hérna Nei, lægið er ekkert key. Í hvað aðstæðum er þið? Já, hvað eru við? Við erum að tala dónalega bara. Ég veit það. En hvað er þið heima á þér, heima á Steinda? Er það hótelherbyggi? Hvað er þið? Eru við ekki á hóteli? Ég er að viðurkenna, ég er ekki búin að hripaði niður nokkar setningar, þá var ég ekki svo hvar ég værum, sko. Ok, þá ætlum ég bara að setja aðstæður. Við erum í AC og þeir eru roomies. Í the pool? Í the pool? Erum við saman á herbyggi, hótelherbyggi? Já, þeir eru roomies. Af því það er oft þannig. En Steindi, verður jákvæða líka og þú er full neikvæða því ég kem með. Já. Ok, hvað er þetta margar? 1, 2, 3, 4, 5, 8 Vá, það er svo mikið 8 dónalega setningar. Já. Eða dónalega, svona sexy. Tala dónalega þýðir að segja sexy hluti. Já. Þú vilt að tala dónalega til að æsa makan og nú er ég ímyndað mér að segja maki minn. Það er það sem ég hef reynd að vera að segja ég hef reynd að segja það við ykkur núna í einhver ár. Þannig virkir það. Ég er að æsa þau upp. Já. Talk dirty to me. Þú ert maki minn nú. Já. Ok, leggstu órakaða svínið þitt. Hvernig getur það verið? Þetta er ekki Þetta er ekki sexy. Það er svolítið sinn og rakaði. Nei, í rauninu ekki. Ég er með yfirvaraskegg. Ég er með viljandi með yfirvaraskegg. Ég er að safna yfirvaraskegg. Það er reyndar. Það er verið konundaginn. Nei, jú. Og máttum hans? Ok. Höfum eitt alveg á hreinu, kallið minn. Þú ert að bara gera miklu um en að benda og titla ekki kvöld. Herru, þessi var nú bara nokkuð góð hjá honum. Veit það ekki? Ekki. Ég er ekki alveg seldur. Þetta var ekki hann var ekki að kalla það svín eða neitt. Nei, það kom ekki. Og ekki eitthvað viðbjóður eða Já, ég slappi það. Ég kalla hann ekki alltaf svín. Nei, og hann er líka tengið þarna við og varst að vinna sem baðvörður og geggjar að benda. Já. Ég ætla að vera svona millivörðurinn. Oft heyrt verra. Já, ok. Ég hef ekki dottið alveg úr gýr. Nei. En ertu í gýr núna? Nei, hann þarf að vinna aðeins meira fyrir þessu. Þú var að lifa þess meira inn í þetta. Já, Þú er svona mikið svona ákveða að það sé eitthvað óþægilegt. Ef þetta væri núna happening og hann var að nota þessa línur sem ég myndi segja að væri ískaldur, jökulkaldur. Ok, snerta með þríhöðan göldur, snertan. Það hefði ekki sleppt göldur, bara sagt þríhöðan. Göldur? Já, ég hef ekki heyrt göldur líka. Nei, það er bara vel oldskóla orðið yfir kalkinn svín sko. Svo að segja, montarist á íslensku kullátti hérna. Já, bara göld. Ég hef ekki heyrt þetta í alveg ángrín svona 10-15 ár. Snerta með þríhöðum. Já, ok. Hvar á ég þá að vera snerta? Hvað er þetta upp á bakinu? Þú veist alveg hvað þríhöðum Er ekki axlinnar? Nei, það er bara hérna, aftan á handleggurinn hérna. Akkur myndir við vilja snerta aftan á handlegginu? Ég er bara búið til, ég er bara að gera það horni. Og gengur ekki vel. Það sem blösaði mér að gera. Já. Þannig ég gera besta. Já. Þannig að það er að vona að gangi með einhverju setningum. Ok. Ég læti vita. Ertu volgari eða kaldari? Kaldari núna. Kaldari, Gölturinn drafið það. Já, gölturinn maður ekki. Við erum komin á fjórðu, það er nokkrættin. Já.
Býtu, átt ekki verið rosa góðu formi, boksari? Drullast í gang, Peggy. Þessi var léleg. Já, þessi var ekki nóg góð eitt. Já. Það ekki? Já. Ég náði boksin inn, sko. Hann að æfa boks, sko. Hann að æfa boks. Mér fannst svona þess að stamina var ekki nógu góð, sko. Ég setja þess út á það, sko. Já. Hann bara búið 4 æfingar. Já, ég alltaf ekki búin að æfa lengi. Það verið að taka henni dæmi hérna, sko. Ok, hérna fjastring fyrir þið, tölvuleggja ruslið. Ég skil þess ekki. Þessu komið á. Þá ég gera þessu festringu. Þú ert ískaldur. Veitu hvað ég gera, akkur sagði ekki, þú veist, legðu frá þér fjastringuna, töluleika ruslið og kótt upp í rúm. Er hann að fara að fjastýra þér? Nei, hérna fjastring fyrir þig. Já. Tölvuleggja ruslið. Já. Ég er að fatta, þetta er joystick. Joystick. Og svo penis. Já, ok, þessi var góð. Penisinn. Já, er fjastringin. Við náðum Já, það eru krakkar hérna út um allt í það. Ef ég væri með þér hérna, þá væri ég náttúrulega verið nakin. Faðan fatta þetta. Já, nú þarf að passa þess að það eru komið svolítið nálægt hérna. Það er bara klessan hérna, sko. Ég get ekki sagt það sem ég var að segja hérna nú, sko. Það er besti tími. Þetta er sko Það er 70 til að koma að klessa. 70 börnin. Ég ætla að velja eitthvað sem er Þú þægilegust. eru eiginlega bara að býða aðeins, sko. Ok, viltu ekki fara í stjörnun á mér ógiði? Ég er með eina stjörnu, er það ekki svo vilt rastlið? Jesús, Hann var með eina stjörnu. Já, þetta er sniðugt. Já, þetta er tengingu þáttar. Góð tenging. Þessi var ekkert stóðaleg. Þetta er bara velgert hjá þér. Þetta er bara fínt. Ég er miklu meira að spá í bara svo mikið á fólki. Það er það sem er að tröfla með það. Hvað gera þessi börn? Segja að fara? Nei, ég veist það líka bara alls konar fólki. Fullt af fólki, fjölskyldu fólki. Varst að voltaði gerði við titlinga ógiði? Hvað er komin í ógeð? Hæ, og ekkert meira þetta? Bara þetta? Hvað var þetta spurninga? Eða var þetta staðhæng? Sko, konseptið er að tala dónalega. Já, þetta er It's going south, sko. Er ekkert að kveikni þér? Vasta panta, nei vasta Reyktu hennar vindilgrís. Þetta var dónalega. Ég er með, já, nokkar í hólu. Já, ég held þetta. Við erum bara, sko, þú ert að vinna. Þú sagði piggy, görtur, svín, grís. Liggur á hliði stíunuðinni, svíniði. Herðu, við ætlum að fá lag, Guðjón. Áður kveðið með það, beint og keflu. Tónlistarstöðin. Þetta er FM 957. Það er þér að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 í beinni frá Keilhöllinni og drengir. Hér á FM. Já, tíminn flög hér. Já, hann flög frá okkur, þetta var fljótt að líða klukkan. Tala dónalega komið í pásu, það ekki núna? Já, þetta er líka sérstaklega. Þau vorum í Keilhöllinni og þetta er svona stundu sem ég vildi að vera kamera hérna inni því að það var allt morandi ykkur grökkubinna og Egill var alltaf bent á krakkan og þetta var svona það kom upp ykkur skrítin stemming hérna menn þú varst í þessum. Er ekki bara banna að tala hérna bara kynfæri kalla næstu 5-6 þætti eða eitthvað? Já, gerðið smá pásu. Þetta var mikið þetta. Pásu því. Komin tíma á það en risa helgi framöndan eins og við komum inn á hann í enska boltanum hér í Keilhöllinni. Það er sjálfsög úrslitin í Eurovision. Álfur leikir í boltanum. Já, þannig að það er stór helgi framöndan og það er bara svona nánast komið að loka með okkur drengi. Hvernig er helgin ef ég byrja þér Egill? Það er vetrafrí hjá kids. Þannig ég var að spá að negla mér á Hotel Geysi. Ok, vel gert. Ég held að segja tenni. Já, Nei, bara hérna Ég veit það ekki, bara kíkja í steik og eitthvað. Og þetta er bara 90 mínútur og smá roadtrip. Frí helgi í okkur, Jón. Þannig að þetta er fyrsta sinn lengi sem ég veit ekki eins og hvað þú ert að fara að gera um helgina. Ég hitti það fyrir mánudag. Hvað er það að gera? Ég er bara, sko, ég geti bara. Þið fá ekki oft frí helgi. Ég er ekki ólíklegur að ég endi bara á Hotel Geysi. Það er ekki mætir í. Nei, ég veit ekkert hvað ég gerir. Ég sko fengi okkur einn jager félagarnir. Já, konan er náttúrulega að vinna í kringum söngvakeppnina. Ég er bara einn með krakkana. Ég fer kannski eitthvað á fartið, sko. Ég er að fara að keira einhvers bara út á landi og gera eitthvað. Kíkja okkar besta mann Lexa í kvöld til að kíkja eins og Tres Logos. Það bara að borða. Hvað það gerir borðið dött ekki? Það er, ég þarf ekki að vera með eitthvað að segja borðið. Ég meina að þú komin á þann stað að ef það er eitthvað á borðinu og segir bara við gæjan burtu með hann trúð. Það er bara að sippa í burtu. Er það partners í kvöld eða? Nei, alls ekki. Það er ekki nætuperson eða neitt. Þetta er bara eitthvað stutt og kosi. Þegar farið heim í kvöld eða morgun takið þið þátt eitt af White Lotus seríu 3 og verðið með full eldaðan ullarsokk og ég mæli með barbecue-sósu með honum þegar þið jafnlið á honum. Því að Patrick Schwarzenegger hann leikvist í White Lotus sem ég er búin að preppa í 20 ár. Mesta chaos. Örðu muni, ég sendi hann að skilabóð að vilja koma í spjall. Hann svaraði að hann var til. Sér hringdu aldrei í hann. Muni ekki. Svaraði? Þegar vorum við skaftahliðinni. Hann svaraði. Hann var til í viðtal.
Og ég replaya núna, blessaði mestari, hvernig þetta laus? Núna hann orðin Big Shot komin í White Lotus og hættur að svara. En tjekka hvort hann svarði, býttu, okkur tókuðu þá aldrei viðtalið hann? Við bara, hann svaraði, var til og við hringdum ekki. Ég meina það fullt af mönnum, sko, meina, Ryan Maloney, hann hefur ekki beint svarað en vinir hans hafa gert það. Nei, en Carl Kennedy svaraði. Hann svaraði persónulega. Já, bara græja það, fá manni spjall. Thank you. Það er búið að ræða hennar mann hérna í mörg ár. Já, í svona 14 ár. Við ætlum ekki að lofa viðtali við Patrik Schwarzenegger, við ætlum að reyna. Annars þökkum við bara kjallaði fyrir hlustunum í dag. Minnum á blökkastið á þriðjudaginn. Við ætlum að enda þetta á lagi sem kom út í dag sem heitir Hver er sá besti og við, bara heimtum að fólk takkja okkur inn í kvöld eða eftir hvar þið eru að hlusta á lagi. Hell í sig, spila lagi, takkja okkur. Já, bara þetta í gýrin, maður. Takk fyrir okkur. FM 957